að ég lít á sjálfstraust sem val. Ég geti valið það núna komið þetta viðtal við þig, óöruggur og halda ég myndi segja einhverja vitlaus og engin myndi nú nenni að hlusta á þetta sem ég veit svo sem ekki eða ég get líka valið það eins og ég kenn okkar fremsta íþróttafólki að velja það að koma með óbillandi trú og sjálfum mér á eigin getu. Vitandi hvað, kannski gengur þetta upp, kannski gengur þetta ekki upp. Það er afstæðan sem ég legg svo miklu áherslu á og ég legg það til núna við alla sem hugsalega hlusta á þetta á hvað aldrei svo sem þeir eru að líta á sjálfstraust, það er að segja trúin og sjálfansi og eigin getu sem ákvörðun eða sem val. Það er að segja, það er afstæðan sem ég ætla að hafa til mín en ekki tengja það saman við það allt gangi upp hjá mér. Að ég sé alltaf í sigurliðinu, að allir muni vilja ráða mig í vinnu, allir vilji hlusta á mig alltaf fyrirlestu. Það er bara ekki þannig. En ég ætla samt á morgun að mæta inn í þær aðstæður sem að ég hef ákveðið að fara inn í með óbillandi trú á sjálfum mér og eigin getu. Jæja, verið velkomin að tækjunum og verið velkomin í þáttinn. Snorri Björnsson heiti ég og Jóhann Ingi Gunnarsson, sálfræðingur, er gestur þáttarins. Hann er sálfræðingur á mennt en breytingarstjóri að eigin sögn og ég er lengi búin að reyna að fá hann í þáttinn. Guð minn góður hvað það tók langa tíma að loksins ná honum en það tókst blessunlega því hann hefur hluti að segja sem er gott fyrir alla að heyra. Jóhann kemur víða við innan sálfræðinar þar sem hann fer allt frá því að þjálfa afreksíþróttafólk og fólk í ábyrgðarstöðum eins og forstjóra og pólitíkusa yfir í að hjálpa fólki sem glímir við illvíga sjúkdóma að takast á við dauðann. Ásamt því er Jóhann heildsali, handboltaþjálfari, kennari, fyrirlesari og faðir. Eins og þið heyrið í spjallinu hér á eftir þá ræðum við fjölskyldunars Jóhanns, hann og konun hans Guðfinna Nanna eignuðust fatlaðan dreng og við ræðum áskoranirnar og lærdóminn í kringu það. En í kjölfarið þá ræddum við hans fjölskylduhagi Jóhanns og deginum eftir viðtalið hringdi hann í mig því honum þótti bagalegt að hafa ekki nefnt öll börnin sín á nafn og þótti mikilvægt að skila virðingunni til liðsins og með þótti og með þykir þetta svo góð hugsun að við kippum því hér með í lag að sjálfsögðu. Maki Jóhanns er áðurnefnd Guðfinna Nanna Gunnarsdóttir, börnin eru Kristín Erla, Gunnar Ingi, Steindór Björn og Indíana Nanna. Hér með er virðingunni skilað til ykkar enda náði Jóhann sínum árangri því hann var með gott fólk í kringu sig. Hann á framúrskarandi feril sem handboltaþjálfari en hann tók meðal annars við handboltalandsliðinu aðeins 23 ára gamall og fór svo sem sálfræðingur liðsins til Beijing 2008 á Ólympíuleikana þar. Hann hefur haldið fyrirlestra og talað til 50-70.000 manns og það í 35 löndum. Ég er virkilega þakklátur að hann hafi komið hingað og vona að þið hafi gagn og gaman af þessum þætti. Þátturinn er í boði Krónunar en Krónan er búin að breyta hvað er í matinn úr mest kvíðavaldandi spurningu dagsins yfir í skemmtilegustu spurningu dagsins. Ekki nóg með það, þá eru þið líka búin að svara henni eða gera þér allavega klift að svara henni. Í öllum Krónuverslunum finnur þú korter í 4 kælin þar sem þú getur keypt í Hotland kvöldmat á einum stað. Bókstaflega, einum kæliskál. Og þar er Krónan búin að stilla upp 3 valmöguleikum sem eru prótein, meðlæti og sósa og svo endalaust af undirvalmöguleikum. Þú getur til dæmis blanda saman kjúklingalundum í hunangs Dijon sinnebi fyrir prótein, sweet chili blómkálsmús fyrir meðlæti og ég veit ekki hvaða sósu þið viljið með þessu. Tómat og ólífusalsa, karrí rjómasósu, þið ráðið. Þetta er svona nokkurn veginn eins og slottmasín fyrir kvöldmatinn. Spilakassi heitir þetta vist á íslensku tungu. Kíktu í næstu Krónuverslun og raðaðu saman þinni máltíð. Það er nóg í boði, laxastekur, svartbaunabuff, wok, nautaþinnur, risarækjur. Ég get aldrei endalaust áfram, en það myndi bara taka langan tíma. Kíkja á þetta sjálf, sjáu þetta sjálf og lesið á merkimiðana sjálf. Korter í 4 í Krónunni. Af stað með ykkur. Korter í 4, er það deadlineið fyrir síðasta kaffibottle dagsins? Ég veit það ekki, ég segi bara svona. Ég mæla allavega með Sjöstrand vélunum og Sjöstrand kaffinu. Loksins komið bragðgott og umhverfisvænt Hilkjakaffi í stúdíóið. Sjöstrand þrusar hinum fullkomna bolla úr náttúrulegu umhverfisvænu Hilkjunum á örskotsstundu án fyrirhafnar. Úrlíka þessari fallegu kaffivél. Kíkið á sjöstrand.is fyrir nánari upplýsingar. Svo er það Ísey Skyr sem er næringar og próteinríkur valkostur fyrir þig, kæri hlustandi. Sérstaklega vinsælt meðal hinnar íslensku þjóðar en það eru til Ísey Skyr við allra hæfi. Hreint Ísey Skyr, kolvetnaskert Ísey Skyr, bragðbætt Ísey Skyr og Ísey Án sem er án viðbætt sykur og sætuefna og einungis bragðbætt með ávöxtum. Fyrsta mjólkurvara sinna tegundur á Íslandi, svo eru bragðtegundirna svo margar maður. Vinsælasta bragðtegundin er víst crème brûlée en Ísey Skyr með dökku súkkulaði og vanilu kemur fast á hæla þess. Það er mjög góða bragðtegundir, verður að segjast. Síðast en ekki síst er það Ólífa ólífuolían og öll Ólífa vörlínan maður. Hvað er að frétta? Ég er alltaf að smakka eitthvað nýtt frá Ólífa hjónunum, þeim
Emil og Ásu. Nú síðast bara venjulegar ólífur, eða svartar ólífur, og þær voru bara ekkert venjulegar, þær voru yfirburðar. Svo bjóða þau upp á chiliflugur, pasta, pesto, ég veit ekki hvað og hvað. En hornsteinn vörulínunar hlýtur að vera hágæða ítölsku ólífuolíurnar og ég mæli með að þið smakkið þær, prófið þær og notið þær. Þrælgott fyrir þig og þrælgott á bragðið. Þökkum styrktaraðilum þáttarins fyrir að gera þetta og önnur viðtöl möguleg. Jóhann Ingi Gunnarsson, gestur þáttarins, gjörið þið svo vel. Allt sem gert með gleði vel gert. Allt sem gert með gleði vel gert. Það er eina svona línunum mínum. Er það óhjákvæmilegt? Ég held það sko. Leikgleði, hlakka til eitthvað. Andstæðan kvíði. Við gleði? Já, þetta er pró-hlökkun og þetta er pró-kvíði. Það er nýtt orð sem bjóð til. Ég er alltaf að búið til eitthvað svona kjátt það. Herðu, Jóhann Ingi Gunnarsson, gaman að fá þig. Takk hérlega fyrir að koma. Þú ert breytingarstjóri. Já, hérna við vorum að ræða þetta hérna áðan að það heitir nú víst að ég er sálfræðingur að mennt og útskrifaður sem slíku frá hérna Kíl í Þýskalandi en svona, mér fundist að svona starfsheitið aldrei sérstætt því að ég sjálfur er ekki alveg viss hvar sálin er og ef að þú getur mennt mér á hvað er staðsett þá skal ég alveg þykja leiðbeiningar um það. Þannig að það er nú þannig í praxis að þeir sem leita til manns að þeir eru kannski í einhverjum lífsvanda, það er eitthvað sem er ekki alveg að ganga sem skildi, mjög oft er fólk að gangi í gegnum breytingar, það er kannski að missa vinna sína, það er að gangi í gegnum skilnað eða sambandslit og þá er náttúrulega fólk eitthvað að leita eftir einhverjum verkvarum eða hugmyndum hvernig geti tekist á þessar breytingar. Þannig að ennþá hefur nú enginn komið til minn, ég kannski ekki segja alveg sett, sem segir bara ég mig langar alltaf til að hitta þig, hérna hvar á ég að borga, heldur flestir nú komni vegna þess að þeir vilja fá ykkur hugmyndir það hvernig þeir geta kannski bætt sig og eins svona lykil spurning sem ég spyr nú gjarna fólk, hvað þarf að breytast hjá þér svo þau fyrir að líða betur. Og það merkilega er við þessa spurningu að flestir hafa bara svör við henni. Við vitum auðvitað innst inni þegar hlutirnir ekki að virka og við tökum bara einfalt dæmi að það er svona þessi rútína sem að skiptur okkur öll svo svakalega miklu máli. Við þurfum öll einhvern veginn að ramma okkur inn og það er nú kannski ekki mjög auðvelt núna á COVID-tíma, það reynir svolítið mikið á það. En ef við bara veltum fyrir okkur ef að ég er einstaklingur sem að veit innst inni að ég þarf að hreyfa mig reglulega, ég þarf að huga mataræðinu og ég þarf að passa upp á svefnin. Þetta finnst mér vera hinn heilaga þrenning. Og ef að eitthvað af þessum þremur þáttum er ekki í lagi hjá einhverjum einstaklingi, þá er hann líklega í einhver ójafnvægi. Og það er bara oft það að koma svona skipulaginu, eða ég kalla það stundur svona bara uppskrift að góðum degi, leiður bara maður finnur einhverja leið til að finna út hvað virka fyrir mig og ég reyni alltaf að hugsa þetta pínlítið þannig því ég er að vinna með fólki að ég minni fólk á að engin einstaklingur hefur sömu fingraför, það er svolítið magnað, 7 milliardar manna sem búa heiminn og engin meins fingraför. Mér finnst þetta svo ótrúlega, þetta er svo lítið flötu sko, mér finnst ennþá með ólíkjöndum hvernig einhver flugvél tekur sig á loft og lendir einhver staðar. En það er nú víst einhver svona náttúrufræði og lífeðlisfræði sem spilar þar inn í. En allavega að svona ég nálgast einstaklingin píliti þannig að hvaða fingrafar er hann eða hún með, hvað myndi henta þessu fingrafari. Þannig að svona píliti þetta að við erum einstök og ég segi gjarna við fólk að það er engin nákvæmlega eins og þú. Og þá er einhvern veginn spurningi kannski hvaða breytingar eða hvað þurfa að klæðskera sauma þér til þess að þú náir að blómstra sem einstaklingur. Einhvern veginn svona reyni ég svona nálgast fólk þannig að það hentar ekkit alveg sama prógram fyrir alla. Það er náttúrulega einfalt að setja upp svona einhverju uppskriftir af hefur skrifað bækur þetta allt saman, uppskriftir af góðu sjálfstrausti eða góðu hjónabandi eða góðum samskiptum og vissulega er þetta alveg gagnlegt. En að lokum þarf maður svolítið að klæðskera sauma að hverjum og einum. Þetta er svolítið áhugavert, þú talar þessa spurningu og fólk veit vanalega svarið og þú segir að það veit mögulega að það þarf að halda þessum 3 grunnþáttum bara á hreinu, eða þau þurfa bara að vera með þau á hreinu og sinna svefnunum, passa fá nægan svefn og allt þetta. En þá kannski áhugaverða spurningin sko,
af hverju gerur ekki það sem að þú veist að þú þarft að gera til þess að líða vel eða ná einhverju fram? Já, þetta náttúrulega góð spurning og ef ég hefði svarið þá var ég ekstra miljardamæringur í Bandaríkjunum en í staðan til miljardamæringur á Íslandi. Ég segi það nú ekki, ég er ríkur maður því á öflug og góða fjölskyldu og það nú svona ríkið dæmi satt best að segja, annars hef ég nú ekki satt best að segja. En allavega ég hef þessa nálgun sem ég held að sé ágætt að skoða hvern einasta einstakling sem samansafna venjum. Og það eiginlega spurningið þín, á hverju tekst okkur ekki að viðhalda góðum venjum, að því innst inni vitum alveg hvað virka fyrir okkur, en svo einhvern veginn að ná að halda, hvað ég var að segja, svona staðfestunni eða rútínni upp á hvern einasta dag, það reynist nú langflestum dálítið torvelt. Sumir eru staðfestar en aðrir og það er kannski einskýringin á hverju þeir ná lengra heldur en aðrir. Þeir eru kannski með svolítið svona lífsreglurnar sínar eða gildin sín eða hugafari sér svona meir og hreinu og þá getur við sagt að þessir einstaklingar hafi kannski búið meiri sjálfsaga og það er svona hugtæki sem man notar oft, en ég held að ég ágætt að hugsa þetta svona út frá venjusafni og þegar ég er að tala við fólk þá er ég að kíkja í venjusafni. Fólk er að deila með mér svolítið hvaða venjur þeir að nota og ég spyr hvað fyrst er að virka og þá segir ég að það er nú þetta og þetta og þetta og svo kannski fyrir að ræða hvað er viðkomandi að ná að halda í og hvað þarf að skerpa. Þannig ég veist þetta oft snúa svolítið um það að hjálpa fólki svolítið að skerpa á einhverjum ákveðnum grunni sem er í sjálfu sér til staðar og síðan er svona áskorinn hvernig ger ég þetta að daglegum venjum. Og satt best að segja, ég segi nú stundum ég sé frekar einfaldur maður, vegna þess að eitt af því sem ég sé þegar að tala við fólk og eitt af sem einkenni gjarnan fólk sem bara er að náta aldrei góðum árangur á mörgum sviðum, að fólk dettur í það að ofhugsa hlutina. Fólk dettur í það að flækja hlutina. Og svarið við því er að einfalda hlutina. Og leið okkur text einhvern veginn að einfalda hlutina, að brjóta þá niður í svona minni einingar, svona áfanga, alveg eins og í svona markmiðasetningu og slíku, að þá einhvern veginn sér fólki svona ljósið handan gangana, annars kannski bara finnst fólki þetta að vera yfir þyrmandi og það mun aldrei einhvern veginn ná þessum árangur eða komast yfir allt sem við gera og það svona eykur flækjustigið. Þannig að samansafna venjum og þess vegna gaman svona að skoða sjálfa sig, hvaða venjur er ég með, hvaða venjur er að virka og ég set svona oft fyrir svona einfalt verkefni eins og hvaða ein venja væri það hjá þér sem myndi hafa mest áhrif á lífið þitt ef þú myndir ástunda eða nýta hann á hverjum degi og hvaða ein venja væri það sem þú myndir afskrifa eða taka út af sakramentinu myndi líka hafa mikil áhrif. Oft byrja maður einhvern veginn svona og þá áttar sig fólk mjög fljótlega á því hvaða venjur það eru sem er að virka og langar auðvitað til þess að gera meira því og þá kannski þarf maður að setja það upp í eitthvað svona skipulag eða við getum kallað markmiðasetningu eða ég nota gjarnan orðið lífsstefna. Hver er lífsstefna þín? Fólk er svolítið hissa þegar ég svona kasta þessari spurningu fram og hugmyndin er náttúrulega bara alveg eins og í fyrirtækjum, þar tölum við stefnumótunum það ekki og það er farið í svona svótgreiningu sem eru styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri á hverju einasta ári hjá öflugum fyrirtækjum og stofnunum. En hvað eru við sem einstaklingar? Við erum ekkert annað en fyrirtæki. Við erum ekkert annað en vörumerki. Og okkur langflestum er andum vörumerki okkar og okkar orðspor og þá þurfum við að spyrja fyrir okkur hver eru styrkleikarnir mínir, hver eru tækifæri til vaxtar eða ekki og fyrir hvað vil ég standa. Til dæmis núna því er að vinna dálítið með sund fólkin okkar, framtíða fólkinu sundi og þá bara hreinlega spyrja þau hvernig sundmenn vil ég vera? Hvað vil ég að einkenni ykkur? Hver eru styrkleikarnir ykkar? Hvaða þættir er það sem þau þurfa að gera meira? Og svo framvegis og svo framvegis. Finnst þér ekki áhugavert þegar að maður svona kannski tekur eftir því að fólk segir herðu, já, þegar ég hætti að borða sykur ég hef aldrei upplifað mikla bara svona orku og hérna bara veljiðan og hérna allt þetta og maður svona, já, og borðar sykur í dag? Já, þetta var nú bara svona kannski mánuður eða 2 sem ég tók hérna hvernig
Af hverju gerist þetta út? Þú komst þarna inn á sjálfsagan. Er þetta bara svona það einfalt að þetta sé einn vöðvi þarna sem sjálfsagin og ef hann ekki nógu sterkur þá bara missur tökin? Nei, þetta náttúrulega miklu flóknar en það. Það náttúrulega, sykurinn náttúrulega sem ég kallaði bara eitt mesta fíknefnið af öllum og það okkur heilmikið til í því og þess vegna má kannski segja það að við lærum einhvern veginn að nota sykur svona það ekki þegar fyrir að líða á daginn og þarf ég eitthvað sætt, það svona fræg setning sko til að ná upp powerinu svo ég geti haldið áfram að vinna eða lesa meira ef ég er nemandi í skóla og vissulega þegar maður borðar svona eitthvað þá líður manni svona í augnablikjun aðeins betur en svo sjálfur sér gefur þetta enga viðbótar orku sko en það er einhvern veginn bara við trúum því þannig að það virðist vera sem að þurfi til að ná þessari venju til dæmis út ef þá þarf maður svolítið að hugsa sko ávinningin af því og það er mjög mikilvægt þegar maður er að svona fara í eitthvað sem skiptir mann máli sem að ég segi stundum og einfaldar hlutin oft tölvöld mikið ef við tölum heilan sko, þetta er ótrúlega stýrikerfi að þá náttúrulega veist að kannski með eitthvað sem getur kallað svona, ég kallaði nautnaheilan og svo það svona skynsemisheilin og tökum dæmi að við erum búin að ákveða það að við ætlum að ganga á hverjum degi eða jogga á hverjum degi, þú veist alla virkadaga vikunar, það sé bara einhvern veginn svona hluta á okkar daglegu venjum og svo komum við heim og okkur finnst við vera svakalega þreytti það ekki og þá segir maður einhvern veginn ég ger þetta á morgun og þá spyrir maður sér býtu hvernig stendur á því að nautnaheilin vinnur sigur. Það er kannski vegna þess að við þurfum svolítið að spjalla við hann og það sem ég legg stundu til við fólk spurðu nautnaheilan að því hann vil fara alltaf auðvöldustu leiðin á markinu, til dæmis bara fá sér eitthvað sætt eða drekka eitt bjór ef maður er stressaður eitthvað svo leiðis eða borða eitthvað sætt eins og ég sagði áðan, að þá kannski bara spurja nautnaheilan og þá er það skynsemisheilin sem er mættuð til leiks og spyr hann nautnaheilan hvernig kemur þið til með að líða þegar þú er búin að hlaupa þessa 5 kilometra? Já, þú meinar. Ég nota þetta stundum sjálfur á morgnana snemma, ég var nú einn af þeim sem að fekk hann Bjössa í World Class til 8 klukkan 6 á morgnana, hann spurði hvort ég væri galinn sem ég sennilega er. Þannig ég byrji oft á morgnana og satt best að segja til að byrja með var nú aldrei flókið að alltaf að vakna svona snemma og stundum sagði leti heilin eða nautnaheilin, herðu þú fer bara í hádeginu en þá notaði ég svo pínlítið þetta hvernig kemur til með að líða þegar þú er búin að fara á æfinguna? Jú, ég veit það og finn það mér líður rosa vel og minnst ég hafa orki allan daginn og þá er ég komin fram úr skilur og þannig það þarf að eiga sér virðist vera, það eiga sér svona samtal á milli þess sem vil fara auðveldustu leiðina og þessi sem vil þarf að fara svona aðeins lengri leið en býr til svo svakalega mikið náinning bara svona til að benda á eina svona einfalda leið til svona að hugsa þessi mál. Nákvæmlega og þetta kannski er líka að koma hans inn á þarna að búa til smá bil á milli þess sem að þú hugsar eitthvað og tekur ákvörðun að þarna stoppa hans og segja, heyrðu, eigum smá samtal hérna, förum aðeins yfir, skulum ekki afskrifa þetta hlaup alveg strax og hlamma sér beint í sófan. Já, þannig að það sko, má segja það sé allt betra en sófakartaflan, að því að hún sko, þegar maður kannski hendi sér niður, þú veist, maður verður alveg jafn þreyttur eftir daginn og ég segi eftir fólk sem ég er að aðstoða eða þjálfa að kannski herðu, taktu hálftíma göngutúr, leðu kemur heim og þér finnst þú vera óbúslega þreytt eða þreyttur og þú ennþá þreytt eða þreyttur þá máttu leggja því hálftíma. Ég þekki engan sem er lagt sér í hálftíma, sem er búin að ná sér í orkuna, er kannski að vinna innisetu vinnu, fer út eða ekki, andra sér góða loftinu, fer í smá núvitundapælingar í göngutúrnum, að þá er maður einhvern veginn, og það er það merkilega við það, ef maður vil búa til meiri orku, og þá vita það allir hinsti, það er að koma sér í betra form, koma sér í betra líkamlegt og andlegt form. Þannig að heilbrigð sál í hraustu líkama sannast þarna enn og aftur. Og gæti það kannski lýst sér í því að þegar þú talar að einfalda hlutina, að þegar þú hugsar koma sér í form, að þú bara hugsar eitthvað allt og flókið eða of bratt fjall til þess að klífa, að þú tekur aldrei í rauninni fyrsta skrefið? Já, ég held að sko, bara gott dæmi er þessi frægu áramóta heit, sko, þegar fólk ætlaði nú að sko gera breytingar nánast á öllu og þátt að byrja þessi frægi janúarmánuður og svo erum við alltaf með þessi átök eða það ekki
og svo hrósvikur og ég veit ekki hvað og ég ætla ekki að gera lít úr þessu, þetta ágæti stöf þannig lagað en það virðist nú ekki alveg vera að virka, þannig að það virðist auðvitað vera ágætt að setja kannski upp svona ramman eða lífsstefnuna og síðan það maður að taka svona hvert svona atrið fyrir sig og útfæra það betur og eftir því sem maður útfæri betur svona leiðirnar af því sem maður vil vera, ég kalla það stundum frammistöðumarkmið og svo hittir kannski niðurstöðumarkmið, það svona einhver endapunktur að ég vil ljúka nám eftir 3 ár eða ég vil vera landsliðsmaður eða ég vil komast inn í læknisfræði eða symfóníuna eða ég veit ekki hvað það sem fólk að stefna í lífinu, að þá getur verið mjög gott að brjóta þetta saman niður og horfa svolítið á þessi markmið og þau þurfa helst að vera þannig ég geti stjórnað þeim. Það svona eina af þeim svona lífsreglum sem hefur reynst mér vel og fólki sem ég að vinna með, það svona control the controllables. Hverju get ég stjórnað og hverju get ég ekki stjórnað. Ég til dæmis prófa að stjórna veðrinu og það hefur ekki gengið svakalega vel hjá mér. Ég hef reynt að stjórna lengd á kórónuveirunni. Það er ekki gengið neitt rosalega vel. En ég get aftur á móti stjórna því hvernig ég bregst við þessu. Og það er kannski svona kannski eitt af þessum verkfærum sem gott að hafa í verkfærakistunni, hverju get ég stjórnað og hverju get ég ekki stjórnað. Einmitt. Og það er náttúrulega æðruleysisbænin og það er Viktor Frankl og þú er náttúrulega hitt hann eða ekki? Jú, hann er náttúrulega sérstaklega uppáhaldi hjá mér og ég er svo heppin á lífsliðin að bæða hitta alveg ótrúlega magna fólk og fengið eiga samtöl við fólk sem ég ber mjög mikla virðingu fyrir og ég var svo heppin árið held í 1989, þá var ég ennþá í Þýskalandi að þá fer ég á námski hjá Viktor Frankl sem hefur skrifað þessa ótrúlegu bók Leitin að tilgangi lífsins, hún er til á íslensku, gefin út af háskólaútgáfunni eða The Man's Search for Meaning, hún er til á ensku líka og hljóðbók, bara svo ef eitthvað vil gera og hlusta á þetta og ég mæli með því. Og það sem að Viktor kallinn, mér fannst að horfa í augun á mér hann sagði munið að lífi snýst ekki það sem kemur fyrir þig eða því sem þú lendir í eða kemur því, heldur fyrst og fremst hvernig þú túlkar og vinnur úr því. Hann bent á það sem að svo ótrúlega magnað að við höfum alltaf val. Og ég vinn svolítið samkvæmt þessu því ég að vinna með fólki sem að auðvitað lenda í alls konar aðstæðum, stundum maður að koma sér auðvitað í alls konar aðstæður en stundum bara gerast hlutir, slys og óhöpp og annað sem fólk auðvitað ræður ekkert við og finnst að einhvern veginn vera fast og komast ekki út úr áfallinu eða sorginni en hann sýndi okkur fram á það, Viktor Frankl sjálfur, að þegar hann var eiginlega búin að missa allt sem skipta hann máli að það átti hans á því, hann hafði þetta valið því kannski bara stytta líf sitt eða langa ekki til að lifa lengur eða koma sér í gegnum hremmingarnar og segja söguna. Já, hann sem sagt fór í gegnum útrýmingabúðir nasista. Já, algjörlega. Og var sálfræði menntaður? Já, hann var geðlækni hann var geðlækni, já, og hann kemur síðan fram með þessu hugmyndafræði sem heitir logoterapía. Og logoterapían svona bara þýðir umvel það að það að finna merkinguna og tilgangi með öllu sem við gerum. Til dæmis ef ég var í sjómaður, hver er tilgangurinn með því að vera sjómaður? Jú, ég færi björg í bú. Ef ég er sálfræðingur, hver er tilgangurinn og merkingum með mínu starfi og ég hef alltaf svona hugsað tvennt, það er svona einhvern veginn að reyna að koma sálfræðinni til fólks á mannamáli. Lærði það í náminu mínu að faðir sálfræðanar William James, ég held að það var 1890, svona mannmaður tómavillisu, að hann bent á það að eitt stærsta hlutur sálfræðanar var að koma því á mannamáli til fólks og ég hef svona farið svolítið þá leið að vera ekki svona oft teoretískur, reynda svona að vera með þetta í praxis, maður læri þannig að snemma sem svona þjálfari að reyna að gera hlutin í praxis sem mest. Þannig að og svo hitt sem ég skipta máli allavega í mínu starfi að sem ég flestir auðvitað stefna að það er að hafa jákvæð og góð áhrif á fólk. Og ef maður sér það að eitthvað sem maður kannski leggur til eða bendir fólki á og svo hittir maður fólk kannski þess vegna árið seinna eða 5 árið seinna og það kemur til manns og segir, heyrðu manstu þarna þegar ég var í námskeiði eða ég kom í nokkra enga tímatíðin, ég mig langar bara til að vita að þetta virkaði.
og það svo mikið gleði sem því fylgir að hafa haft ykkur áhrif. Ég held að allir vilji hafa áhrif og ég vil trúa því að flesti vilja hafa góð áhrif, vegna þess að eina grundvallar þörfum okkar allra að við finnum til okkar, og þetta lærði ég nú snemma sem þjálfari íþróttamanna. Hvað áttu við með að finna til sín? Finna ég skipti máli. Bara ef við hugsaum okkur í liði, til dæmis íþróttamaðurinn sem þarf alltaf að verma tréverki. Sitta á bekknum. Hann, því að þú peningum hálsinu að hann fær ekkert að fara inn á, og það að til hamingju, hann verður ekki, með sjóra gamli krakkar, fuss og sveigja, þeir finna ekki til sín, þannig að það svo mikilvægt, til þess að við yfirferðum þetta yfir á fyrirtæki og stofnanir, stjórnandi þegar að vinna með stjórnendur, að þeir séu mjög vakandi fyrir því, eru allir að finna til sín í deildinniðinni eða á sviðinniðinu, og þegar maður bara verður svolítið meira vakandi fyrir þessu og sína fólki þannig sem svona eitt af prinsípunum mínum, svona einlægan áhuga. Það skiptir svo miklu máli að vinna með fólki, að hafa þessa afstöðu að þú sínu fólki með ólík fingraför einlægan áhuga. Þá yfirleitt nærðu mjög góðu sambandi við fólk að mínum mati. Já, þetta magna á svona til þess að snúið svona aðeins aftur upp á Viktor, það var eitt svona í þessari bók sem að hefur sittið margt reyndar, en eitt sem sittið svona sérstaklega í mér, það var þessi tilhlökkun til jólana hjá föngunum sem voru með honum í útrýmingabúðunum. Og það var einhvern veginn svona án þess að fara of ítarlega í þessa bók, en þegar hann horfði upp á vini sína eða samfanga ekki fara fram úr þegar að jólin liðu hjá og þeir áttu þess á því að þeir myndi ekki vera heima á fjölskyldu sinum jólin eða eins og leys, að þá bara endalega gáðast þér upp. Og það var engin breyting þannig séð nema bara innra með þeim. Dagarnir held áfram að líða, þeir voru greinilega með einhverja mynd í hausnum, svo mynd stóðst ekki, og til þess að tvinna þetta svolítið inn í það sem þú byrjar að tala bilið á milli þín og væntinga þina. Er þetta sambærilegt? Já, og einn ángi finnst mér oft þegar fólk að kljást við depurð og þunglindi, þá situr náttúrulega mörg stig að því. Svona hefðbundan tilgáttan að þetta sé svona jafnvel genetískt og líffræðilegt og þess vegna verið að gefa líf og klárlega stundu hjálpa þau til, en ég get nú verið aldrei svona, ég ætla ekki að segja gagnrýnin, en það eru fleiri sjónarhorn, þar að segja ef að lyfin virka svona vel, á hverju þá þunglinda aukast í heiminum, bara svona einföld spurning. Þannig ég held að þurfi alltaf meira til og stór partur af þessu þetta kannski svona annars vegar svona bara hver staða mín í dag, þetta snýr svo mikið væntingar og væntingastuðlin, og ég sé þetta bara í viðtölum við fólk, og ef mér finnst ég bara engan veginn vera á þeim stað sem ég let mig dreyma eða mér finnst ég ætti vera á og svo ber ég mér náttúrulega saman við aðra sem að kannski útskrifust á sama tíma ég, og mér finnst þeir vera einhvern veginn konum miklu lengra og miklu hævar en ég, að þá gefur það alveg auga leið, þá ég ósáttur, og þá náttúrulega mjög auðvelt einhvern veginn bara að kasta inn hvíta henglaðun og segja bara ég alveg ómögulegur og það mun aldrei neitt ganga upp hjá mér og detta nýri svona neikvæð sjálftal, og afleiðingin að því náttúrulega getur verið að detta nýri svona ákveðið þunglindi, það bara þannig það skiptir svo miklu máli að reyna að minnka þetta bil og kannski að fá fólk svolítið til að endur innramma stöðu sína og horfast í augu kannski bara við stöðun eins og í dag, og þá koma aftur að líka í spurningunni, hvað þarf að breytast hjá mér til þess að ég verði örlítið sáttari, og þá erum við aftur komin í þessu skref, 2 skref áfram og 1 skref aftur á bak. Þetta alltaf eitthvað svona prósess, og mér finnst náttúrulega alveg rosalega gaman þegar maður hitta einstakling sem ekki á góðum stað, hún líður ekki vel, og sjá kannski á mjög stuttum tíma að með breyttu viðhorfi, og að því varst að vitna í Viktor Frankl, og þá getum við náttúrulega ekki Nelson Mandela líka, þetta með frelsi hugans, þetta val, það getur enginn þó lokið mér afinn í einhverju litlum fangaklefa, þá getur enginn tekið frá mér viðhorfin sem vel. Það að við veljum okkur viðhorfi í lífinu, þannig að það eitthvað sem við getum unnið með og stjórnað. Við getum síður stjórnað genetísku þáttunum eða líffræði þáttunum þanniglega séð, þannig að þetta svo opbóðslega öflugt verkfæri þegar maður bara fattar það á hverjum einasta degi, þá hef ég val það hvernig ég ætla að takast á við hlutina. Hvort að hlutinni gangi allir upp hjá mér, það allt önnur saga. En þetta viðhorf,
og þú segir, það getur engin breytt viðhorfum mínu til lífsins, en þegar þú ákveður að breyta viðhorfniðinu og finnur ekki breytingarnar sem mást að vonast eftir, eins og ímyndaður einhvern sem bara líður illa og hann segir, já, það er rétt, ég þarf kannski að breyta viðhorfum mínu. Ok, nú er ég búin að breyta því, ég ætla að horfa á þetta svona en ekki eins og ég er búin að vera að gera og finnur ekki fyrir breytingum. Þú veist, ég meina, hvernig er hægt að hafa áhrif á líðan sinna bara með því að hugsa hlutina? Já, sko það að hugsa hlutin eitt og sér breytir ekki neinu. Það þarf alltaf ykkur vinna að fara að eiga sér stað. Hérna praxískin. Já, ég skilur, þú veist þetta no pain, no gain, sko. Það er að segja, þú þarf alltaf að láta verkin tala. Það er að segja, ef ég breyti við, þú segir nú ætla ég að fara að hreyfa mig reglulega eitthvað svoleiðis, en ef þú kaupið svo bara líkamsræktarkort og ferð aldrei í ræktina, þá ertu bara styrktarmeðlimur og þá getur sagt að ég reyndi nú að breyta viðhorfinu mínu, komst að þeirri niðurstöðu að ég hefði gott að hreyfa mig, en það er þetta bil á milli orða og athafna, það er aldrei spennandi og ég held að vinna snúist píntuð það, þegar ég er búin að finna út svona hvað geti virkað fyrir mig, hvernig næ ég að breyta orðum til athafna og vera svona þess sem kallar að vera svona dúer eða ekki. Jú. Og það kannski ekki ósekju að eitt þekktasta vörumerki heimsins nota það sem slagorð til að stúið eða ekki. Og stundum setjum ég þetta þannig upp þegar ég er að kenna erlendis og nota enska tungu sem dæmi að þá segir stundum við fólk hvað snýst þetta allt saman. Og svo horfum ég svona út í salinn og segist vera mjög einfaldur maður, snýst því að finna út hvað er common sense og svo býð ég smá tíma, það er svona dáleysla áhrif að býða smá tíma og þá sé ég flesta kinka kolli og þá segi ég þá er megin verkefni hvað því ég er búin að finna út hvað er common sense, how can I every day turn that into common practice. Því ég er búin að finna út hvað virkar, hvað er það sem að hendar mér, hvernig næja að gera það að daglegum venjum. Og þá komum við aftur að þessu sem vinnum með venjurnar og venjusafnið og ég held að sé svolítið gott að setja þetta þanga vegna þess að þá vorum við að tala um hegðun. Vegna þess að mjög margir og þú þekkir þetta alveg eins og ég að þegar maður er eitthvað sem er ekki að virka hjá manni þá segir maður hvað, ég er bara svona. Og þá maður off the hook, eða ekki. Ég segi getum fólk, jú, það getur vel úr sett, við erum öll einhvern veginn samansett, frá foreldrum okkar og allir skallakarinn síni og ég veit ekki hverjum við erum ekki komin af, En ef við setjum þetta og lítum á þetta sem hegðun, og þá fattar fólk allt einu, það er eitthvað sem getur unnið í. Þannig að, ég fyrir þá leið að vinna með hvað er það sem þarf að breytast, þá fyrir ég inn í hegðunna, þannig að leiðu ég breyti hegðunni, hvað gerist þá fyrir mér að líða betur. Þannig hef ég áhrif á líðan. Unga fólki spyrir mig oft, þegar ég er að tala um sjálfstraust, sem ég hef að lópaslega að tala um, að þá spyrir mig, Jóhann Ingi, er eitthvað til í þessu, fake it until you make it. Ég segi já. Og þá tek ég svona dæmi ef ég væri ungu maður og væri koni í leiklistaskólan, væri feimin og hliðdrægur og svo er ég kallaður upp í fyrsta tíma og ætti að tala blaðalaust í 2 mínútur um eitthvað. Og við getum rétt ímynda okkur hvernig við myndi líða, hjartslátturinn ekkert smávegis, svitin leika, niður með höndunum, rauðir dílar í andlitinu og og mér finnst bara ég vera alveg ferlega asnalegur á sviðinu. Gott og vel. En ef við tökum þessa setningu fake it until you make it og þá komum við að svona einum kjarnanum í sjálfströssu uppbyggingu á mínum mati, því ég er búin að gera það 100 sinnum, hegða mér eins og ég sé komið gott sjálfströst, ég veit þetta er ekki góð íslenska, að hegða sér sjálfströstlega, hvernig hegða sér eitthvað sem stendur fyrir mann hóp, hvernig notar hann hendurnar, áfram svitna, áfram líður mér einhvern veginn, en viti menn í 100. skipti, hvað gerist? Bang, eða ekki. Allt í einu steinleikur það og ég er hættur að beina athyglinna hvernig mér líður, ég finn allt í einu, ég er með þetta. Og þá kemur einu upp á setningunum mínum, sjálfstraust eykst við notkun. Punktur. En hver er munurinn á þeim sem að stíga á sviðið þrátt fyrir svitan og kvíðakastið sem er að hellast yfir það og þau sem láta finna bara afsökununa og trappa sér niður? Já, það er náttúrulega svona bara einhvern veginn svona kannski munstri sem er orðið til. Þú veist, við hugsaum þetta bara út frá streituhugtakinu sem snýst alltaf það ætli að takast á við hlutina eða ætli að flýja að hólmi. Fight or flight. Minna þetta er náttúrulega bara hellisbúin, þú veist, hann bara svona líka við.
en við vitum það ef ég ætla að komast og ná tökum að ykkur þá verð ég bara að rífa plástrana af, þá verð ég að takast á við það ef við erum að takast á við ykkur kvíð eða ótta, ég er náttúrulega ofta að vinna með fólk í slíkum aðstæðum tökum þetta dæmi svona sviðskrekkur eða eitthvað svoleiðis að lokum, ef ég ætla að vera leikari að ég tók nú dæmi af ykkur mungun leiklistamanni eða konu, að þá náttúrulega veit ég það að það hefst bara í gegnum þjálfunna og svo ég vitni nú bara í forsetan okkar, hann Guðna að hann segir stundum einmitt við krakkana, vitið þið krakkar þegar ég var lítið sko, þá var ég óbúslega feimin og letraður. Ég get nú staðfest það vegna þess að pappas og pappi þeirra bræðra, Jóhannesar og Patta, það var nú bara minn besti vinnur og get alveg staðfest þetta sem Guðn er að segja og svo segir hann við krakkana, krakkar, nú er ég forseti. Og hvernig skildi nú Guðn allt inn að vera orðin svona örugur í því að standa fyrir framan hóp, ég veit það nákvæmlega með því að gera það aftur og aftur og aftur og veit að það er partur af hlutverkinu sem hann er búin að taka að sér og hefur kosin til og ég get ekki betur séð en hann sé að gera þetta bara nokkuð vel. Þá er líka pælingin sko, þú gerir þetta aftur og aftur og aftur út af því það er eitthvað á hinum endanum sem þið langar til þess að það er ávinningurinn og það er áhrif þess að maður þarf að hugsa hver er ávinningurinn, hver eru afleiðingarnir að ég gera það ekki. Maður þarf að hugsa þetta pínlítið svona og síðan kannski sko, það er svo einn besta myndlíking sem ég þekki sjálfstraust að því að, eins og ég sagði á þann ég er búin að halda sjálfstraust námskeið allan heim og ég er svo svakalega gaman að þessum að því mér veist þetta mikilvægast til andlegi vöðahópurinn það er að byggja upp heilbrigt og gott sjálfstraust hjá hver einustu manneskju. Ég tek oft dæmi þegar ég fara yfir þetta og segi við fólk besta myndlíking sjálfstraust er að sjá lítið barn læra að ganga. Og svo spyr ég. Barnið byrjar að ganga og hvað gerir svo? Þú getur rétt ímyndað svarið, það er dettur. Hvað gerir það þá? Ég fæ alltaf sama svarið allan heim. Það stendur á fætur og gerir næstu tilraun. Þangað til hvað? Það gengur með náttúrulegum hætti. Hvað gerir svo? Svo fáum við það sem heitir vit. Við byrjum að hugsa. Eða ekki, verðum unglingar og eitthvað svolítið, skilir ungt fólk og þá byrjum við að telja okkur trú að þetta sé ekki nógu gott eða asnalegt og innri gaggrínandi fyrir gang. Hugsiði bara, næst þegar í eitthvað svona aðstæðum, hvernig lærir lítið barn að ganga með að gera hlutina. Aftur og aftur og aftur. Í Ameríku segja menn, try again until you will succeed. Það er alltaf þetta sama, við fáum ekkert ókipis og við þurfum alltaf að leggja eitthvað á okkur til að ná settu marki. En þarna eins og segir, settu marki. Já. Þú verður þá að setja markmiðið einhvers. Já. Það er náttúrulega alveg vonlaust að vera ekstra út í heimi og veit ekki hvað átt ég ætla að fara, skilur. Þannig ég veið þetta að vera, eftir sem markmiðinu þetta eru skýrari, stefnan skýrari og það er það sem ég finn oft þegar að vinna með fólk á öllum aldri að það vantar einhvern veginn svona stefnuna, það er einhvern veginn svona þessi fræga spurning manstu hvað ætlar að verða þú orðin stór, þetta er alveg eins og þegar að hitta unga íþróttafólki sem ég hef unni með í tugatali, þá spyr ég gjarnan hvað draum áttu og ég ætla nú að nefna einn og ég veit ég má nefna nafnið hans, hann var 14 ára gamall, settist inn hjá mér og sagðist vilja fá svona vinnu með hausinn og ég spurði hann hvað draum átt þú? Hann segi ég ætla að vera atvinnumaður í fótbolta. Hann vist orðinn 30 í dag og við erum með þá í góðu samband heitir Alfred Finnbogason og hann segi ég ætla að vera atvinnumaður í fótbolta og þá sagði hann eins og ég segi alla ég ætla ekki að stoppa þig. En hver ertu stöddu núna? Hver er þá næstu skref? Á hverju ætlar að byrja? Til að auka líkurnar að draumuðin muni rætast. Þannig einhvern veginn þarf maður að nálgast þetta með þessum hætti og svo þarf maður náttúrulega að læra það líka að hlutinni gangi ekki alltaf upp. Maður verður líka að kunna takast á í mótlæti. Ég var spurður einhvern tímann á þjálfararáðstefnu út í heimi hvað lærður af því að vera þjálfari afreksmanna í 20-25 ár og ég mátti svara með einni setningum og það er stundum svona spurningar og ég hef nú mjög gaman aðeins að fyrst að segja nú orðið þó ég hef stundum ekki vitan hvernig ég ætti að svara en það datt út mér bara svari það sem ég hef lært að þessu er að umgangast sigra og ósigra og ef við hugsaum okkur bara lífið hjá bara venjulegum einstaklingi við fæðumst inn í lífið, við vitum hvað það er óvissa,
við vitum ekkert nákvæmlega hvernig þetta allt saman verður, við getum einhvern veginn reynt að ramma þetta inn, en það er bara svo margt sem gerist á leiðinni. Mjög margt sem við getum ekki stjórnað, en sem betur fyrr, mjög margt sem við getum stjórnað og enn og aftur, við getum alltaf stjórnað því hvernig við bregðumst við öllum sem upp kann að koma. Þó að sumt séu þetta þess eðlis að það náttúrulega reynir miklu meira á heldur en allt annað. En einhverju hluta vegna þá finnst mér mikilvægt að bara lífskreppur eða orðið kreppa það kemur úr kínverskri tungu meðal annars og í kínverskri tungu þá hefur orðið krísa tvöfalda merkingu. Það þýðir krísa en það þýðir líka chance. Tækifæri. Og hvað heyrir maður oft? Þú heyrir svona viðtölu fólk sem hefur því miður þurft að takast á við alls konar hremmingar. Sögurnar allar það sömu. Þetta þroskaði mig. Af hverju þroskaði mig? Að því ég valdi að láta það þroska mig. Ég gæti líka sett sænginu fyrir haus, ég gæti líka gefist upp fyrir lífinu og mörguleiti skilum með það. Að mörguleiti ég þá fórnarlamb. En það er svona eitt hlutverki sem að maður ætti ekki að dvelja of lengi. Þannig að það náttúrulega færi mann ekkert áfram ef maður ætlar að vera endalaust í fórnarlamshlutverkinu. Margir eru sannköllu fórnarlamb en sumir svona detti í þetta hlutverk svona til að vera svolítið stikkfrí og kannski full lengi á mínum mati. Off the hook. En eins og fólkið sem að þarf ekki á þinni þjónustu að halda. Fólkið sem bara veður áfram og ég veit ekki hvort að sé að ná árangri í lífinu eða fer allan að glatt í gegnum lífið. Er það bara fólk sem fættist inn í betra umhverfi eða mögulega með betri gensir í liði eða líklega svarið margþætt? Þetta er þessi fræga spurning með erðir og umhverfi og allt það og inn í hvað aðstæðu við komum og vissulega fá kannski einhverjir meira forskot heldur en aðrir en sem betur fyrir það þá sjáum við oft fólk sem að fæðist inn í þá meira krefjandi aðstæður að þannig líka að vinna sig gegnum það og eru oft alveg ótrúlega sterkir einstaklingar. Og það er nú ekki alltaf allt sem sýnist, það sem er á forsíðum glanstímaritana eða eitthvað svoleiðis, að það er nú ekki, þó að allt virðist nú vera með feldu, þá er nú ofta eitthvað sem er nú ekki alveg að virka. Menn er nú kannski ekki endilega að sýna á öll spilin, það er bara þannig og ég held að náttúrulega allir og að lokum auðvitað þarf maður að bera ábyrgðina sjálfur. Það er náttúrulega bara svona lekið þemað í minni vinnu, það er að setja ábyrgðina á rétta staði. Því ég var að byrja, guð minn almáttugur, ég var endalega að stinga upp á þessu, gerðu þetta og gerðu hitt og ég hringdi í einhvern og það láði ég að vera á klukkunum að vekja einhvern unga mann á mótnana sem átti að mæta í skólan. Bullandi meðvirkur, handónitur, sálfræðingur sko. Þú varst bara að taka ábyrgðina á þig? Já. Ég vildi vera svo góður og gera öllum til geðs og hæfis og allir var að segja hvað ég væri duglegur og vinsæll. Ég er löngu hættur að segja fólki hvernig það á að lifa. En ég er alltaf að stinga upp á einhverju. Ég er búin að leggja mjög margt til í þessu spjall okkar, hvort það virka fyrir eitthvað, ég bara veit það ekki. En kannski var fólk fróar eitthvað þessu, þannig legg ég þetta upp. Ég bendi þetta fólki ákveðna leiðir, segi kannski fólki sögur af einhverjum sem var í sambarlegum aðstæðum, það er svona hluti á dáleiðslu, ég nota mjög mikið dáleiðslu í mínu starfi, að það er að segja fólki sögur, dæmisögur af einhverju sem var í sambarlegum aðstæðum, hann gerði þetta og þetta, hvað er ég að segja? Væri þetta eitthvað fyrir þig? Þú segir dáleiðsla, það er kannski svona orð sem að stingur svolítið út að ég sé bara fyrir mér eitthvað fólk að með eitthvað fíblalæti upp á sviði og allir hlægjandi. Já, það er svona sviðstafavöldurinn. Ég sé þetta nú eiginlega bara meira svona sem samtalstækni, þetta er svona, maður er að vinna með það sem við köllum undirvitund, þetta er svona breytt vitundarástand. Við tölum gjarnan eða ekki heilan okkar sem ofur tölvu og við erum alltaf einhvern veginn að svona mata og við gerum það með hvernig við hugsum, hvernig við tölum til okkar, við köllum það gjarnan eða ekki sjálftal, hvernig tala ég til mín og við vitum það ef að koma vírusar í tölvuna, það bóðar ekki gott. Hvað erum við þá að gera sem erum að vinna svona vinna eins og ég, við erum kannski bara endurforrita, það ekki, endur innrama, hugsanir, búið til ný sjónarhorn, eins og hugræn atferðlismeðferð, hún gengur meira og minn nota það að hjálpa fólki til að búa til ný sjónarhorn, ef ég tek bara einfalt dæmi, ég held oft fyrirlestra fyrir fólk sem búið að missa vinnuna, þá notum maður hvað hugtak, ég er atvinnulaus, en ef ég breyti því og segi ég er atvinnuleitandi, Ólympíuleikunum 2008,
þá unnum við alveg mjög markmistið það að í staðin fyrir að við verum alltaf að mæta svo erfiðum anstæðingi, allt væri svo erfitt. Prófa að segja við 100 sinnum á dag, mikið svakalega erfitt að vera til núna á tímum COVID. Ég skil fólki sem fyrir ekki út fyrir dyr, það má það helst ekki heldur, en það er nú önnur saga. En hvernig tala ég til mín? Hvað orð nota ég? Atvinnuleitandi, tökum dæmi í sig að fara í gegnum sambandslit, þá er ég hérna fráskilin. Nei, ég er einhleipur. Það er bara allt annað orð, skilur. Þannig að búa til ný svona sjónarhorn eða breyta orðunum hefur strax áhrif á hvernig mér líður. En eins og svona þegar fólk grípur til þess að segja, vertu jákvæður? Eða eitthvað svona, tökum Pollyannu á þetta og eitthvað svona einföld mynd af sjálfstali, virkar þetta? Sko, Pollyanna er mjög lífseig og þegar ég var unglingur þá stalst ég til að lesa hana því að ég vann í fyrirtækinu sem gaf út þessa bók. Já. Þá var gefnar út bláu bækurnar fyrir stráka og bleiku fyrir stelpa. Pældi í þessu, því að svillisa. En mér varst nú svolítið mögnuð þessu stelpa vegna þess að því ég fór í hátun þegar ekki sá til mín, sko. Að þá sá ég það að hún var svolítið snjöll því að hún leit svolítið á vandamál sem verkefni og það nota þetta nú margir svona sem klísju. Vandamál, ekki vandamál hér, bara verkefni, förum í þetta og leysum þetta og svo var hún svolítið sniðug Pollyanna því að sko þegar einhver hafði það mjög skítt þá fann hún einhvern sem hafði það ennþá meira skítt á leiðinni strax betur og það er að geta sleið. Sko það er mikil einföldun að segja vertu bara jákvæður, við þurfum að velta fyrir okkur hvað felst í því hugafari og jákvæðin og neikvæðni eru auðvitað bara val og auðvitað höfu hvoru tveggja. En það sem ég finnst er að stóri munurinn á jákvæðri hugsun og neikvæðri hugsun er að þeir sem temja sér, koma aftur að þessari þjálfun, þeir sem temja sér jákvæði hugsun, þeir hugsa í lausnum, þeir eru lausna með þeir, meðan að þegar maður dettur niður í neikvæða gírinn, þá sér maður fyrst og fremst fyrir sér hindranir. Maður er eins og 110 metra grindalöpari. Þannig að það er 110 metra fresti, það er allt ómögulegt, það eru tómir vittlýsingar í kringum manna það ekki og það er náttúrulega þekkt klísja að þegar maður heldur að séu bara vittlýsingar í kringu sig að þá er komið tími til að fara í ærlega sjálfskoðun. Þannig að kannski sko að átta sig pínlítið því að þetta er afstaða, alveg eins og með sjálfstraustið sem ég legg svo miklu áherslu á, að ég lít á sjálfstraust sem val. Ég geti valið það núna komið þetta viðtal við þig, óöruggur og halda ég myndi segja einhverja vitlaus og engin myndi nú nenn að hlusta á þetta sem ég veit svo sem ekki eða ég get líka valið það eins og ég kenn okkar fremsta íþróttafólki að velja það að koma með óbillandi trú og sjálfum mér á eigin getu. Vitandi hvað, kannski ekki einhverju upp, kannski ekki einhverju ekki upp. Það er afstæðan sem ég legg svo miklu áherslu á og ég legg það til núna við alla sem hugsalega hlusta á þetta og hvað aldrei svo sem þeir eru að líta á sjálfstraust, það er að segja trúin og sjálfansi og eigin getu sem ákvörðun eða sem val. Það er að segja, það er afstæðan sem ég ætla að hafa til mín en ekki tengja það saman við það allt gangi upp hjá mér, að ég sé alltaf í sigurliðinu, að allir muni vilja ráða mig í vinnu, allir vilji hlusta á mig alltaf fyrirlestu. Það er bara ekki þannig. En ég ætla samt á morgun að mæta inn í þær aðstæður sem að ég hef ákveðið að fara inn í með óbillandi trú á sjálfum mér og eigin getu. Og það er svo merkilegt með þetta orð sjálfstraust að því að ég var í Vestló í gamla daga og var að mála til einna fáum kallmönnum þess tíma, þetta var nú besta árin að vera með þessa dásalum stelpum öllum í Vestlónskólanum. En allavega að ég lærði latínu einhverja í Vestló og þegar maður fyrir að skoða kjarnan í orðinu, confidence, confidere, þá þýðir það intense trust eða indestructible, óbrjótanlegur, með óbillandi trú og á hverju þurfum við að velja þessa afstöðu. Einfalda svarið þetta, að lífið mun henda á borði fyrir okkur öll, alls konar verkefnum, alls konar sigrum og ósigurum, áföllum og mótlæti. Hvað þarf ég til að takast á við það ef ég missi vinnuna? Þarf ég ekki trúa því að ég muni fá vinna aftur þetta sé tímabundið ástand? Hvað þurfum við að gera núna tímum COVID? Þurfum að líta á þetta sem tímabundið ástand. Ef við ætlum að segja að þetta verður þetta alltaf svona, og þá getum við rétt ímyndu hvar við endum bara í tepur og þunglendi og komumst ekki fram úr. Þannig að mér finnst að sjálfstraust uppbygging, þetta ætti að vera skyldufag í skóla. Við erum að kenna öllum á tölvur. Ég fekk eitt forstjóri á sín tíma
hjá Securitas, hann Ómar, hann réði mig sem starfsmann í eina viku í fyrirtæki og ég gerði ekkert í eina viku nema að tala um sjálfstraust. Við framlínufólkið, við stjórnendur, við tölvufólkið, sjálfstraust tema, við tölum um sjálfstraust og hann keypti þessa hugmynd, það þurfa allir í þessu fyrirtæki að hafa heilbrigt og gott sjálfstraust eins og við gerum það fyrir allir þurfa að kunna á tölvu. Og ég ennþá þar, ég líti á sjálfstraust sem mikilvægstu forvörn fyrir hvernig einasta einstakling til að takast á við líf og tilrauna og ég mun ekki bakka við þetta. Og við þurfum að byrja á því til dæmis eins og ég gerði á sín tíma að byggja upp sjálfstraust foreldra því að foreldrarnir eru síðan fyrirmyndi fyrir börnin sín. Og ég held að allir kaupi sjálfur sér þessa pælingu mína, satt best að segja. Það eru margir sem segja svona, mér finnst þess að þetta að vera skyldufag í skóla og velja sér eitthvað svona svolítið breytt hugtak og ég meina sjálfstraust er líka breytt hugtak en það er líka mikilvægt á sama tíma, en af hverju heldur þú þá að þetta sé að aukast þessi neikvæðu hliðar andlega heilsu, þunglindi, kvíði og þess aftar? Ég held að þessi margar skýringur á því tengist við klárlega aftur þessum væntingum, eða ekki, sem við höfum, væntingastöðlin, en það eru líka áreitin. Það er að segja, sko, þegar ég var í menntaskóla, þá voru bara tvö svið, það var eitthvað hagfræði og máladeild. Í dag ertu kannski með 8 brautir, ég er að fá ungt fólk til mín á stofuna, hversu trúið þið ekki, og það er með alveg bullandi kvíða yfir því, þú veist, og ég kalla þetta nýjasta kvíðan í kvíðaröskunar hugmyndafræðinni, þetta er valkvíði. Það eru 8 brautir og ef ég er ung manneskja, ég svona, kannski ég fara á félagsfræðibraut. Nei, ég verið að fara á náttúrufræðibraut og mér langar til þess að vera læknir eitthvað svo leis. Nei, kannski ætti ég að gera þetta. Svo þannig að ég velja eitthvað eitt og þá finnst fólki eitthvað, kannski er ég að missa af ykkur og þá eru bara bullandi óöryggi og kvíði. Þannig að áreitin eru náttúrulega miklu fleiri og því miður að þessi stafræni heimur og þessi tæki og tól og tölfur að það er svolítið að ræna okkur mennskunni. Og ég var alltaf fyrirlestur fyrir dómaran í handboltanum einu sinni sem oftar og ég voru að tala um útgeislun eða karisma við þá. Og ég benti á það væri að verða þannig í nútíma heimi að við værum að eyða 4 tímum á dag í símónum okkar, í tölvunum okkar, þá er ég ekki að tala um þessum að gera vinnulega séð, heldur bara að tjekka á klukkutímafresti hvað margir greins með COVID eða hvað margir í sóttkví eða ég veit ekki hvað og hugsa eitthvað 4 tíma á dag. 4 tíma á dag. Þú ert að sjá fólk sem þekkist, það fer kannski út að borða og það sím á milli. Bara ef það væri sími núna á milli okkar, það myndi algjörlega skemma þetta samtal, algjörlega. Þannig ef þú vilt fjarlægast fólk, ef þú vilt ekki hafa útgeislun, verður alltaf með síma á milli þín og þeirra sem þú að tala við. Pottþétt leið. Og ég samdi við dómarana, bestu dómar í Evrópu, að því ég sá þau koma allir með síman í morgumat. Ég sagði, eru tilbúin að gera eina tilraun í 2 daga. Enginn kemur með síman í morgumat. Þetta er fullorðið fólk, sko. Og ef ykkur finnst þetta astanlegt, þá bara megi koma aftur með síman. Eftir þetta mót, þá sögðu við mig, þetta er skemmtilegasta mót sem nóttin fara á. Ég er búin að kynnast kollegum mínum alls þær í Evrópu, því að nú eru farin að tala saman í morgunverðin. Þetta var svona eina stundi sem menn áttu saman, það var kannski ákvæmt í morgunbandum. Pældi í þessu. Hvert eru við komin? Við eigum bara ekki breyk gegn símanum, það er málið. Við opnum þetta og Facebook er bara, þeir segja bara leið og appið opnast, það er bara, ok, við erum komið með það, nú höldum við honum þarna. Og það eru bara overtölur að vinna í þessu. Og það er ekki skrítið að við, þegar þið ná að láta okkur gera þetta svona ofta, við búum til svona fastar venjur og náum ekki að þurrka þar út. Þetta er líka frábær flóttaleið, þetta er frábært líka ef ég er feimin og hletraður, þá þarf ég ekki eiga neinn samskipti en hvað, við erum að tala um tölvufíkn, við erum að senda fullt á ungu fólki, það er að fá aðstoð hjá sálfræðingum til að ná tökum á þessu og þetta getur orðið mjög alvarlegt og leitt til alvarleg þunglindis og svo framvegis, þannig að þó ég sé svona einhvers þegar að hlæja innra með mér að þá er þetta líka dæmi um venjur, eða ekki? Manstu venjusefni okkar? Hugsaður ef þú myndir segja að ég ætla að draga úr þessu eða ég ætla að henda þessu út, við vorum að tala um sykurinn á þann. Ef við tækjum bara þetta sem dæmi, hvaða afleiðingar myndi það hafa? Hver væri ávinningurinn af því? Hugsaður all tíma sem ég fæ. Allt í einu fann að vera í vakandi athygli því að allir vilja vera í núvitund, skilur við bara búin til allt annan veruleika en við erum á flótta.
En ef þú ert að flótta Já, og tekur í burtu flóttaleiðina, já, það getur verið svolítið erfitt til að byrja með. já, Eins og þú talar að fá sér bjór til þess að taka stressið í burtu. Ég meina, ef allir segir, ég ætla að hætta að nota bjórinn, ok, hann farinn, en stressið ennþá þarna. já. Og það tekur þetta tíma að búa til nýja venjur, alveg eins og þeir sem eru í golfið, þeir fara í svona sveiflubreitingar akkurat að þessum ástíma og það getur tekið alveg marga vikur og mánuði og undir álagi þetta aftur í gömlu sveifluna og það alveg eins með okkur. Þannig að við erum kannski að vinna í því að vera meira svona yfirveguð eða jákvæð eða eitthvað svo leis, allir að vinna í einhverju og gengur bara alveg ákýrlega, svo koma svona krefjandi aðstæðu það sem streita og hvað gerist, þá dettur maður í gamla farin og lemur svo sem hausan, ætli ég aldrei að ná þessu. En ég segi nú bara við fólk, herðu, þú ert á réttri leið, þú ert búin að vera 5 sinnum jákvæðar heldur og varst í síðustu viku, lítum á framfarirnar, skoðum framfarirnar. Við verðum kannski aldrei fullkomin og það er kannski bara hluta því að bara gera ráð fyrir því að við gerum mistök. Það er svo stór partur einhvern veginn að mörgum, það er eins og leiðu ekki ein mistök og þá bara faraður að alhafa sig þessi ómulegir og þeir sem eru haldinni svona dassa fullkomnar árátt eins og ég kalla það, að þeir þurfa að fara 100 sinnum yfir hlutina og einhverstaðar undirliggjandi pínlítið hræddir einhvern veginn við viðbröð annar eða hvernig þau séu metnir á öðrum. Þannig er svo mikið að vinna með þennan kjarna, svona bara hver er ég, hvaða hugmyndir hef ég sjálfa mig, hvernig kýs ég að vera, fyrir hvað ætla ég að standa og hjálpa fólki svolítið að vera þar, að vera þessi einstaka manneskja. Svona, ég segja hver einasti einstaklingur, svona get ég orðinu upprifin, sé svona gangandi kraftaverk. Mér er svo geggjað að hitta eitthvað sem ég aldrei hitta áður. Hann er með allt annað fingrafara ég er. Hann er með eitthvað allt annað landakort af heiminum heldur en ég. Og honum finnst að vita mest og best. Er þetta ekki magnað? Það er að segja það. Já. En þetta bil á milli þess sem þú ert og þið langar að vera. Já. Ef það er breytt, þá líður illa. En hvernig skarar þú þá fram úr? Þú hefur nú sagt það sjálfur, þið leiðist meðalmennskan. Já. Mér leiðist sko meðalmennskan þegar ég veit að einhver hefur get og hæfileik og ég veit innst hann langar til og hann hefur alla burði til þess. Það finnst mér svo mikið synd. Það er svona eins og að vera alltaf efnilegu, og þeir verða leiðilegir nefnilega á elliheimilunum því að þeir muni segja ef ég hefði og það er eitt sem einkenni þá sem kannski ekki ná sínu bestu fram, meðan að þessi ná kannski lengra eins og varst að tala um áðan, svona eru sigurvegarar, maður notar oft svona eitthvað svona hugtök, við erum öllegsta sigurvegarar, þeir sögðu ok, ég lendi í þessu, þá gerði þetta, svo gerði þetta og svo vann ég mig gegnum þetta. Það var hrikalega góð tilfinning. Þannig einhvern veginn verðum við að sjá þetta sem eitthvað sem við þurfum stöðar að vinna í. Þetta er ekki eitthvað sem er bara nóg að lesum eða segja eitthvað sé sniðugt. Heldur við þurfum alltaf að vera endur skoða venjusafnið okkar hegðun og viðþorf og svo getur þetta breyst mikið af því þá hvað lífskeið verum. Hvað er mikið vat fyrir eitthvað sem er á aldurspilinu 15-20, 20-25. Ég er á allt öðrum staði, ég er komin á síðasta þriðjung ævinnar, svolítið skrítið. Ég kannski bara eftir kannski 10 ár eða 15 ár, minnst það rosa skrítið það því að dauðinn er eitt af því sem við getum gengið út frá. Það er ekki margt sem við getum gengið út frá. Við vitum það að það er einn öruggasta staðreynd lífsins sem við erum að deyja, skrítin tilhugsun. Svo fáum við náttúrulega skattaskilur og ýmislegt annað sem við getum gengið út frá. En mjög margt sem við getum ekki gengið út frá og þurfum að takast á við með einhverjum hætti. Og ég held við þurfum að horfa svolítið svona hvaða afstöðu maður hefur til lífsins. Og ég nota oft svona þegar að vinna með fólki þá segjum við fólki lífið og svo byrjum að botna. Og ef ég spyr þig lífið hvað er að fyrsta sem þetta eftir í hug? Það er bara partí. Það er bara partí, já. Og margir myndi segja yndislegt að það er í texta, ekki lífið. Já, það geti flogið einhvers. Og ég var eftir hann spurður, fyrsta sem kom við mig, lífið er kraftaverk. Mér finnst það vera kraftaverk. Mér finnst bara kraftaverk að ég skulle vera að sitja og við erum að tala um lífið og tilveruna.
þú voru nú aldeilis búin að reyna að fá mig í þetta og ég svona einhvern veginn var alltaf að íta þessu frá mér og eins og hugsaði mér, láttu ekki svona, láttu vaða. Já, ég menna, taktu þátt, ég menna, þú getur ekki bara verið alltaf eitthvað stikkfrí, kannski hefur ykkur gagna að hlusta á þetta og það kannski með því fororði eða ég var tilbúin að mæta og líka bara prófa þetta, hvernig þetta nútíminn, það og fólki sem að koma til mín gjarnan að segja þessi, gjarnan að hlusta á podcast, þú segir ég, alltaf ég komir inn í 21. öldina og þegar ég að tala 21. öldina þá vitna ég stundum í Darwin og velti fyrir mér ef að Darwin væri til núna, hvað myndi hann segja að skipti mestu máli og svarið mitt væri að það væri vera flinkur að takast á við hraðarbreytingar. Það væri aðlögunarhæfnin með öðrum orðum sveigjanleiki. Ég held að Darwin myndi segja það en ég spyr hann af því ef ég fer eftir hinum einn ef það eitthvað handa við hodni, ég bara veit það ekki. Þú vinnur svolítið með veiku fólki líka, það rétt hjá mér? Þegar þú meina veiku fólki þá sem kannski að út af þú nefndi dauðan þarna, fólk sem sér fram á ég hluta vegna þá náttúrulega bara þegar maður vinnur sem sálfræðingur í Íslandi þá þetta mjög fjölbreytilegt nefn og ákveður að staðsetja þig kannski bara að vinna með börnum eða einhver annan hópa fólki, íþróttamönnum eða svoleiðis, ég svona blandað og ég hef oft fengið til mig fólk sem komið á síðasta spölinn, það greinst með krabbaminn sem dæmi, komið á það sem kallar svona 4. stig, það veit að það er ekki spurning hvort, heldur bara hvenar og þá hef ég svona lært alveg ótrúlega margt á því að viðtöl eða samtöl við slíka einstaklinga og það sem hefur komið mér mest óvart það að langflestir í svona stöðum sem hljóma alltaf skringilega að þeir hafa áhyggjur af þeim sem munu lifa. Þeir hafa áhyggjur af fjölskyldan sinni. Og bara ég hugsa eitthvað eitt dæmi sem mann sérstaklega, það var maður og alltaf ungu maður sem féll frá með krabbamein. Hann, þegar hann var búin að skipuleggja 2 ár eftir andlát sitt, eða líklega dánadag, skipuleggja ferðina fyrir fjölskyldunum til útlanda, að þá láði það að segja mig, já, ég vona ekki minn, nú ég tilbúin, nú allt saman klárt og ég var alltaf að reyna að segja við hann hugsaði sjálfa því maður, njóttu tíma þess að verði ekki að hafa áhyggjur af okkur eða þeim sem eftir mun lifa en það virðist vera svo dýrmætt fyrir þá að menn vilji skilja vel við, það einhvern veginn gefur þeim frið og þegar maður fyrir að hugsa þetta þá getur maður svona einhver leiti svolítið svona skilið svona einhvern veginn þessa afstöðu en þessi ég nú bent fólki á í svona aðstæðum að því að ég fór að velta fyrir mér, ef ég myndi greinast með illvígan sjúkdóm, þá væri vantarlega fyrsta spurningin hvað á ég mikið eftir. Þess að flesti myndi velta það fyrir sér og margir svona læknar ekki tilbúnir að gefa það alveg upp. Þeir vita það svo sem ekki alveg, þeir geta sagt fyrir það einhverja tilgátur og þá ég mann eftir hann þegar minn besti vinur, Sæmundur sem var starfað með mér öllis ár sem sálfræðingur að hann var degjandi og einhverjum út af vegna var ég að halda einhvern fyrirlestur held ég fyrir krabbameinsfélagið eitthvað svoleiðis og ég fór að tala þetta svona hvað hugsa maður að telja niður þá man ég hann horfða á mig og segja já ekki nei, þú ert ekki að benda fólki á þetta, hvað ég benda á Sæmundur minn, ég meina þú ert þessari stöðu út að segja fólkin það að telja upp mér fannst þetta svo geggju pæling að fagna hverjum degi býtu, nú sem ég best veit ég held að ég var ágætt heilsu og ég vona þú líka og allir sem eru að hlusta hvernig var að byrja hvern dag á því að fagna hverjum degi í stað fyrir að velta fyrir sig hvað ég eftir skilur, hvar ætli að vera með fókusinn hvert ætli að beina athyglinni og bara þessi einfalda nálgun mér finnst hún algjörlega mögnuð og allavega ég nota hana sjálfur mjög mikið og þegar ég svona bendir fólki á þetta þá finnst ég já, þetta er sniðut, ég ætla ekki að prófa þetta oftar í staðin fyrir að núna er margir að bíða eftir að COVID sé búið eða ekki ég veit ekki hvernig það er búið, ég veit að mun gangi yfir alla farsóttir hafa hingað til gengi yfir en hvernig væri samsimáður að fagna hverjum degi hvernig ætla ég að nýta með þennan dag hvernig verði ég sáttur því ég leggst á kottan í kvöld hvað allir setja í gang, hvað get ég gert hverju get ég stjórnað, hvað get ég ekki gert einhvern veginn svona, þetta skiptir máli
Það svolítið, er ekki svolítið klassist í þess að fólk þurfi einhvers konar áfall eða stóra frétti til þess að svona, snappa yfir í ég ætla að segja kannski jákvæðra viðhorf. Eitthvað svona, herruð, þú ert greindur með þetta og þá svona, nú byrja ég að telja upp eða. Jú, alveg klárlega, það alveg eins og þeir sem að þurfa að fara í hjartaþræðingu eða hvað sem og þá allt ennur til að fara að hreyfa sig eða borða hollari mat, eitthvað svoleiðis, sem alveg skiljanlegt. Það er eins og ég veit ekki hvað þetta hvort það bara við höldum að þetta sé bara ekstra að koma fyrir aðra en mun ekki koma fyrir mig, sko. Og þess að náttúrulega erfitt kannski alveg að setja sig í þessu spórum að þekki það ekki alveg í kringu sig. En kannski mitt, eins og ég segi fólk, hvernig væri bara spyrja sig þegar allt í lagi, hvernig held ég áfram að hafa hlutin í lagi. Og ég fekk nú þessa hugmynd með sjálfa mig, svo ég deili því nú bara að ég fer núna einu sinni ári og hitti hjartalækni sem ég þekki mjög vel og hann bara gerir alla prófanir á mér. Ég sagði mér, ég að fara með hana bílskróð reglulega í alls konar tjekk og okkur fer ég ekki með sjálfa mig í tjekk. Ákveðna stétti fari svona tjekk eins og flugmenn eða ekki og svona aðra stéttir það sem ég vitað að heilsan þar góð. Íþróttamaður, atvinnummaður fyrir á milli félaga, þá var hann fyrir í tjekk hvort hann sé nú ekki líkamlega algjörlega heill. Þannig að mér veist vandastundum inn í þetta kerfi okkar að við, eins og með bílskróðin að við fáum þetta eina líf að við séu þetta fyrir við ykkur svona tjekk og sprautur og svo stóttari en ég held vættum að vera með bara einu svona ári þar sem við bara förum í gegnum svona ákveðin tjekk og ég er svolítið að býða eftir því að þetta verður svona aðgengilegra. Maður þarf svolítið að hafa fyrir því einhvern veginn að koma sér á þennan stað. Kemur fólk til þín og í tjekk? Fólki sem líður bara ágætlega og þess að bara hvernig get ég bætt mig? Já, og bara svo ég deili nú aftur sögunni með hann vinnminn Alfreð Finnbogason. Hann var náttúrulega eins og flestir íþróttamenn sem hafa leitað til mín eða fólk. Hann kannski því eins og við þekkjum, þú veist, hann var ekki í líðinu, hann var að fara í gegnum meiðsli og eitthvað svoleiðis og þá leita menn það ekki svona eitthvað smá svona tímabundin hnekkur á sjálfstraustið en svo sagði hann eftir hann að þetta er svo eldklár strákur þá sagði hann Jóhanningi, ég ætla líka svo að tala við þegar það gengur vel og hann hefur alveg staðið við það hann bara tékkast stundum og segir ég vildi bara aðeins heyra í þér og bara aðeins fara yfir nokkur atriði og þannig að hann áttaði sig á því að auka líkurnar á að við höldum heilsu eða formi eða svona einhvers konar jafnvægi, lífið náttúrulega bara jafnvægislist, einhvers konar. Þannig kannski eigum við svolítið möguleik og tækifæri að því við höfum alltaf þessa þekkingu og alveg frábært fólk sem getur aðstoðað á öllum þessum sviðum. En þetta fólk sem að skara fram úr og þú hefur reynslaði að hjálpa eða leiðbeina eða breyta. Er eitthvað sem einkennir það? Finnst þér eitthvað tengt svona, eins og þú talar eitthvað sjálfstrausti væri mikilvægt, er það eitthvað sem kemur fólki vel með brotið sjálfstraustiðin og nær samt að skara fram úr, auðvitað að skara fram úr bara hlutlegt mat, hvers og eins? Já, ég held að það sé mikið vat fyrir að hvað er árangur, Ég held að það sé alveg frábær árangur ef maður eignar spörn að koma undir manns. Ég held að það sé alveg frábær árangur með alltaf umhverfi sem við erum í dag. Þannig að árangur er ekki til að vinna til velun ólympíuleikum þó að það sé skemmtilegt eða verða forstjóri eða eitthvað svoleiðis. Þannig að maður þarf auðvitað að skoða hjá hverjum einum hvað felst í því fyrir hann að ná árangri í lífinu og það er okkur það sem maður kannski mjög ofta að gera. Það er auðvitað mjög margt sem að mér finnst einkenna fólk sem að svona er líklegir hann á árangri. Mér finnst eitt af því sem lifir mér að fullir það og það er bara 30 ára reynsla. Eitt af því sem ég veist enginn af fólk sem bara yfirleitt nær svona markmiðin sínum, það hefur hann að dásanlega eiginleika, sérstaklega þegar eitthvað er ekki að ganga, að byrja á hverju, rétt hjá þér, að líti í eigin barm. Meðan, og horfðu í kringu þig, hvað eru margir sem kenna alltaf öðrum þetta er allt eitthvað öðrum að kenna. Þeir allra bestu, strákar og stelpur, byrja á því, hvað get ég gert betur? Og þegar ég er búin að fara í gegnum mig hvað ég get gert betur, þá ger ég kröfu til þín, en ekki öfugt. Þetta finnst mér klárlega að vera eitt af því sem einkennir þá sem skara ofta fram úr, heldur en aðrir. Annað sem ég finnst algjörlega vera einkennandi er svona að þessi árangri þeir eru svona með plan. Þeir eru með einhverja stefnu,
og þeir sem ná ekki skoðum árangri í hverju eru þeir flinkir að nota afsakanir og ég tala stundum afsökunarkvótan. Ég búið með minn bara svo veitir það. Ég stundum að reyna að framleiða svona kvóta, reyna að kaupa kvóta því ég þarf að afsaka mig eitthvað sem að ég var búin ákveðan að gera, en ég sé það lítið svona kvóta lausu. Þannig að það er mjög margt sem að spila þarna inn í og en hugarfarið svona, þú veist, það er enska orðið mindset, set the mind, þannig að ég svona vilja nálgast sko það sem ég er að vinna með, ég kalla andlu vöðuhópana, þess að nota við oft hugtakið andleg styrktarþjálfun, alveg eins og líkamleg styrktarþjálfun, svona normalisera þetta, ekki vera með alltaf þetta eitthvað sálfræði eitthvað og eitthvað það sé eitthvað svona spúki eða dáleiðslega hvað þetta er. Í mínum huga er þetta bara andlegi vöðuhópar og sjálfstraustið er gríðarlega mikilvægt eins og við erum búin að koma inn á, vegna þess að þegar maður er sjálfsörgur í einhverjum aðstæðum, það er alltaf líka aðstæðubundið, þannig að þú ættir mjög örgur að taka svona podcast og búin að gera mjög lengi. Þú sennilega ekki verið eins örgur í fyrsta podcastinu þínu, haft miklar efasemdir eigið ágæti og nú veistu okkur út orðin örgari að þú er búin að gera það aftur og aftur og aftur. Og þegar sjálfstraustið komið í ákveðnum aðstæðum, hvaða jákvæð áhrif það? Þegar þau áhrif, þú ert betri undir álagi, þú ert betri undir pressu. Hvaða áhrif hefur líka? Þú ert betri í samskiptum. Þess vegna tala ég oft sjálfstraust í samskiptum. Þeir sem eru góður í samskiptum, okkur eru góður í samskiptum, að þeir hafa heilbrigt og gott sjálfstraust. Og þeir sem hafa heilbrigt og gott sjálfstraust, þeir hafa gjarnan líka þá afstöðu, sem kemur nú með aldrinum, satt best að segja, að una öðrum velgengni. Það var alltaf erfitt þegar maður var yngri. Að sjá einhvern sem var í svipuðum sporum og það var að tala hann eða hana eða hampa honum eða henni, þá kom gamla öfundin alveg upp eitt sér og pingu. Öfundin og þess að neikvæða tilfinningar, öfund, afbrýðisemi, hatur. Akkur leita maður svona fljótt í þetta? Já, hvað er það í manninu sko? Það er eitthvað með sjálfsmyndina, það er eitthvað með þetta sjálfsmat, þessa hugmyndi sem við höfum okkur sjálf. Þess vegna þurfum við að hlúa vel á því og vinna vel með það og þegar maður fattar það að ég er einstakur, það er engin eins og ég og það er líka pláss fyrir þig og aðra. Það mega bara mjög margin á árangri. En ég ætla samt sem að vera flottur eða flinkur í því sem ég er að gera. Tekur eftir því að fólk lítur stundum niður á árangur? Einhvers konar umræða það, finnst fólk ofgjarnt að það er að skara fram úr eða ná árangri? Já, það er til alls konar sjónarhorn, þú veist, við náttúrulega förum oft fram úr okkur sjálfum og nú komið nýtt orði yfir það að brenna út í starfi, það heitir að örmagnast eða ekki og það er nú svona prósess og þá kannski er fólk með allt og mörg járn í eldinum og ég kom nú sjálfur svona þegar ég var fertugur, það bara hreinlega brann í út sko og ég veit alveg okkur, ég var í allt og mörgu og allir að hrósa mig hvað ég verið duglegur og vinnusamur, maður er alinn þannig upp sko. Þú þorður ekki að gefa það upp? Jú, ég hef sagt mörgum frá þessu, ég lærði alveg hellinga þessu og fatt að það þurfti að fækka járnunum og leiði ég búin að gera því og endur með þetta bara svona hvað skipti mig máli í lífinu og þá kom bara þetta frelsi og þá þorir maður einhvern veginn að standa svolítið meira með sjálfum sér og eitt af því sem ég hef uppgötað svona í mínu lífi er að ég var kannski eins og margir aðrir að kannski 20 ár, hvað verið ég gera? Uppfylla væntingar og markmið annara. Sálfræðingurinn sjálfur? Sálfræðingurinn sjálfur, maður segja já í öllu. Kunni ekki að segja nei, kunni ekki að draga mörg. Var alltaf að gera öllum til geðs og hæfi, svo allir að klappa honum öxlina. Hvað væri nú duglegur? Og svo átti ég bara einn draum. Það væri þegar kemur minningagrein mig. Þá myndi standa honum fjall aldrei verkur hendi. Þá var hann sannur Íslendingur, eða ekki. Nú er ég sultuslagur yfir minningagreininni, þetta verður ekki hætta þegar ég fell frá, ég ekki hugmyndi það. En svona lætur maður og svona getur maður og svona einhvern veginn nálgast þetta. Þannig að það sem ég legg nú til við fólk, hafðu hugrekki til að spyrja þig, hvað vilt þú? Hver eru þína þarfir? Hver eru þínar óskir? Hver er þín lífsstefna? Höldum áfram uppfylla þarfir óskir annara. Það er mjög mikilvægt í sambandi, gott samband þar sem nándið til staðar hvað snýst það.
uppfylla þarfir óskir hvers annars. En til þess að ég geti uppfylla þarfir óskir einhvers annars, þá þegar ég að byrja að uppfylla mína þarfir óskir. Ef að ég á að fara að hrósa annarri manneskju, þá verði ég geta líka að hrósa mér. En það eitt af þessum orðum sem að ég man eftir í uppeldinu, þá var amma mín sem ég ólst mikið upp hjá, elskulega kona, að hún var alltaf að hrósa mér. Og þá kom alltaf frænkan og sagði hætta hrósunum, hann gæti orðið montinn. Og þetta svolítið lífi að vera góður með sig og eitthvað svona. En eitt af þessum einkennir til dæmis afburðar nemendur í Harvard háskóla að þeir eru svo góður í sjálfskvatningu. Þeir taka bara en lýsi sitt sjálfir. Þeir spurja sig bara hvernig ég að standa mig. Ég að fylgja prógraminu mínu? Ég með tékklista minn og hreinu? Ég að vinna eftir því sem ég vil vinna? Og ef þeir eru að gera það, sem þeir hljóta að gera þeir eru afburðar nemendur í Harvard háskólan, þá klappa sig bara öxlum og segja yes, flottu dagur, mér er réttri leið. En veita sér líka aðhald? Veita sér líka aðhald, en sem þýr ekki það að við eigum ekki vera dugleg að taka eftir því sem vel er gert. Það mín afstæðka hvort hrósi svona pínlíðið sem nálgun að taka eftir því sem vel er gert. Við erum snillingar í hinnu, en það ekki. Leið og eitthvað ekki eins og vera, hvað það gera? Búin að segja þetta oft við þig og eitthvað svona, skammast svolítið og nölla, eins og unglingarnir segja forvöldurinn sín geri, nölla svolítið, Þannig að byrjum á því að taka eftir því, hvað ég að gera vel? Styrkjum það. Við erum síðan flinkið því að setja fókusinn á þá sem við erum að vinna með, ef ykkur að gera góða hluti, tökum eftir því og segja, ég tók eftir þessu. Ferlega vel gert hjá þér. Og þá komum við eftir að því, hvað gerist þegar við förum að gefa á okkur, sætlir að gefa hann að þykja? Þá fáum við líka helling í staðin þegar við gerum það einlægni. Að geta hrósað einhverjum auðvita fyrir það sem hann á skilið, og ekki að hrósa fólki sérstaklega fyrir að mæta réttum tíma í vinnuna, ég hef nú aldrei skilið það, en það náttúrulega sagði, við fáum laun fyrir það, að mæta réttum tíma í vinnuna, og það eitthvað starf svona ákveðin afstofa viðþorf. Þannig að svona þetta eitthvað neginn. Hvað finnst þér svona sjálfshjálpar geiran með tilkomu tækninnar og náttúrulega bækurnar hafa alltaf verið til staðar þess að þar, en núna mikið að þessu svona gert í gegnum netið og margir að taka sér ófaglærða sálfræði hjálp, ef ég lefum með bara nota það orð. Hvað finnst þér hennan geira? Er hann að breytast mikið út? Þú ert búin að vera svo lengi í þessu? Já, hann er náttúrulega bara að breytast út frá tekninni og það er bara þróun alveg eins og ég hérna hjá þér í dag, skilur. Og það er ekkert nema gott það að segja. Auðvitað finnst manni stundum þegar maður er kannski búin að vera eyða mörgum árum í að mennta sig ákveðin hátt og svo sér maður eitthvað koma inn, hann getur vel verið að hann sé efni í eitthvað svoleiðis en ég til dæmis myndi ekki vilja láta eitthvað sem væri búin að vera á 3 vikna dáleiðslu náskiði dáleiða mig, vegna þess að í djúp dáleiðslu þá getur einhver einstaklingu fyrir að tala kannski misnotkun í pensku eitthvað svoleiðis. Ég efast að múrarinn sem er á dáleiðslu náskiði, ég veit hann er flinkur að múra eins og pabbi heiti var, að geti hjálpað einstaklingi í þeim aðstæðum. Þannig mér finnst það svona spurning svolítið ábyrgðina. Þú veist hvað er ábyrgðin að vera. En það hefur nú alla tíð verið á Íslandi einhvern veginn, þá var það kallar óhefðbundnar lækningar og ég nú komið það langt ef að einhver segist fá aðstofið það að einhver leggur yfir hendur yfir magan á mér eða enni á mér og finnist líða vel og eftir eða skadar engan, þá persónulega truflar það mig ekki neitt, En ég myndi ekki gera það sjálfur. Ef einhver myndi spyrja mig, þú myndi segja ekki myndi ekki sjálfur, en ef þetta er að hjálpa þér, fine with me. Ég hef komið þangað að þetta er hægt að trufla mig. Þú sjálfur, ég ætlaði náttúrulega að byrja þetta spjall svona aðeins meira á þeim nótunum, en við vorum fljótir að fara yfir í skemmtilega umræðu. Þú, bara, ég verða að taka smá, hver er Jóhann Ingi? Þú ert, verður landsliðsþjálfari í handbolta, 23 ára gamall, bara svona fyrir það fyrsta. Hver ertu svona á þeim stað fyrir núna, 40 árum? Já, svakalega líður þetta maður. Já, ég sem sagt, maður ólst upp bara í Reykjavík og þessum tíma var maður bara út að leika sér og maður var í leikjum og svo snemma svona einhvern veginn datt maður inn í íþróttir, handbolta, fótbolta og byrjaði aðeins hjá KR og svo ólst ég upp hjá Val og var þar í handbolta og fótbolta og
og það bara snýrist allt þetta að vera bara í svona einhverjum boltaleik daginn út og daginn inn og og síðan svona ákveðið það að ég vildi nú mennta mig. Móður mín heitin benti mér að það veri gott að læra tungumál, þannig ég ákvað 15 ára gamall að fara til Englands og læra ensku, var í Bournemouth í 3 mánuði. 15 ára gamall? 15 ára gamall og vann fyrir því með að vinna í fiski og þannig ég fór svona bara einn af þeim sem að svona bara lærði það að maður þurfti að hafa fyrir hlutunum til þess að fá eitthvað gott út úr lífinu og ég er mjög glaður með það uppeldi hafa þurft að hafa fyrir hlutunum, maður hafði alltaf nóg sko, maður hafði það þó það væri stundum knappt, maður sá það hjá foreldrum sínum, þetta voru erfið lífsskilyrði oft á tíðum en maður varð eiginlega lítið var við það sem betur fer. Nú síðan einhvern veginn er svona áhrifavaldur, Þórarinn Eyþórsson, hann var hjá Val, var að þjálfa mikið og hann biður mig þegar ég er 16 ára gamall, ég held ég hef verið svona flinkur, ég var flinkur bæði í handbolta og fótbolta, ég var með svona mikla tækni, örfættur og áttu mér auðvitað einhverja drauma og komst auðvitað í meistaraflokki á Val, valdi handboltan síðan, unglingalandslið var fyrirlið unglingalandsliðsins og kannski hef ég bara orðið nokkuð góður handboltamaður en 16 ára gamall fyrir í þjálfun, hann biður mig að þjálfa og ég fann ég hefði alveg svakalega gaman að þessu. Og svo eitthvað staðar, ég veit ekki, þá var ég komið með þessa hugmynd, ef allir var góður í ykkur, farðu þá að lærða þeim bestu. Og hugmyndin var náttúrulega galin, sko, að þá voru Júgóslavar, gamla Júgóslavía, það verðum að tala austantjaldið, og þannig fórum nú menn ekkert svona auðvöldlega, sko, nefnum með vísa og ég veit ekki hverju. Ég hugsaði mér, ég ætla að læra hjá þeim. Og ég er svo heppin, ég hitti mann sem hét Míli, hann dáinn blessaður, var þjálfari, júgóslansku þjálfari og hann hafði tengst þarna við leikmann og þjálfari í Júgóslavíu sem var olímpíumestur Júgóslavía 1972. Þannig ég fæ bara þarna 1975 bara leyfa að fara til Júgóslavíu og ég vildi bara upplifa þetta frá fyrstu hendi, þannig ég fekk að æfa, þannig ég æfði bara eins og atvinnumaður 2-3 á dag í marga mánuði, fekk að æfa með júgóslavneska landsliðinu sem var besta landslið í heimi og þetta var bara eins og opnaðist nýr heimur. Sem íþróttamaður eða sem þjálfari? Sem íþróttamaður. Já, ok. Já, því ég vildi bara fá hvernig virkar svona þjálfun. Já. Og síðan þetta kem ég heim og var ráðinn þjálfari þarna hjá Fram held ég var 22 ára hvað var. Og það gekk ágætlega, það hefur verið yngri landsliðin og náð bara mjög góðum árangri með þau og síðan þarna eftir svarta dag í Danmörku, nú voru kallað 1978, þegar Íslendingar ætlaðu að vera heimsmeistari í handbolta, höfðu eftir eins og atvinnumenn með pólskan þjálfari í Bréfaskóla, Janus Sirvinski, góðum maður sem ég hef síðan kynst bara vel á lífsliðinni og fór meðal annars til hans á sín tíma því ég var í þessu þjálfarastarfi, að allt er í kalda koli, ég er út á Spáni, farastjóri og var á leiðinni sem að kannski fái vita, var á leiðinni til Santander og átt að fá að æfa og spila þar með fyrstildalið á Spáni og þjálfa B-liðið hjá Santander og hefði þá orðið fyrsti atvinnumaður Íslendinga í handbolta á Spáni en þá kom og þjálfari og þjálfari sem sagt B-liðsins en að fá að æfa og spila með fyrsta liðinu og ætlaði að læra meiri spænsku, ég hefði verið 5 ár sem farastjóri, það er alltaf gaman á tungumálum. En þá kom kallið frá Íslandi og ég spurði hvort ég vildi vera landsliðsþjálfari. Þannig ég flög til Íslands og og það gerðu við mig þarna 4 ára samningur. Ég kallaði landsliðseinvaldur, hugsaður ég er sennilega síðast einvaldurinn á Íslandi. Og með öll landslið Íslands ótti að sjá þetta allt saman og bara í fullt starf. Og ég flýtti mig svo mikið til Íslands að komst til Íslands og skrif undir 4 ára samning, þess og leiðin aftur í Spánu og fatt að þá ég hafði gleymt passunum. Þannig að fljúga aftur til Íslands, þannig að ég þurfti 2 ferðir til að skrifa hann undir. Þannig að allt í einu var ég orðinn landsliðsþjálfari 23 ára gamall. 23 ára gamall og Þótti þér það sérstakt sjálfum? Eða var þetta bara eðlilegur gangur mála? Þetta er ekki eðlilegur gangur mála þannig að séð. Þú ert yngri en flesti leikmenn. Já. Og var það eiginlega alla tíð sem lengi framan af sem þjálfari með þessi því ég fór síðan til Þýskalands.
en allavega að ég held ég kom inn með taldi mikið breytingum, ég hafði hugrekki til að til dæmis að taka alla gömlu kempurnar út úr liðinu og taka inn yngri stráka sem voru leikmenn eins og Alfred Gíslason, Kristján Arason, Siggi Sveins, Búið til nýja kempur, já, ég bara hafði hugrekki, vissi náttúrulega að það myndi því að það fengist ekki kannski góð úrslit, eitthvað framan af, alveg vissum að þetta væri rétt nálgun og hafði náð mjög góðum árangur með þess að stráka í 21 árs landsliðinu þar sem við bæði vestur og östu þjóðra á HM sko, aðeins eins og atvinnumenn allt sumarið og það var nú aðstofþjálfarinn minn Jóhanni Seitin Sæmundsson, mikill vinur minn og pabbi forsetans Patta og Jóa og við æfðum þannig 2 ára dag og ég sá alveg að þessi strákar yrðu framtíðin. Ég var í þessu starfi í 2 ár og þá kom óskun það ég myndi lækka launin mínum helming, þau voru nú ekki háð fyrir en ég hafði svona tilfinninguna að það væri nú einhver innastjórnar sem voru ekki sammála þessari stefnu að vera að taka gamlu kempunar og þannig ég var nú svo einhvern veginn hugsandi þá og ég bara sagði upp, ég sagði ég læti ekki bjóða með þetta og tók þá við KR og gerði þá á byggamestrum og það nú síðast ég titill KR í handbolta 1982 þar var Alfred meðal annars og Jói Múlakaffi og fleiri góðir og og síðan allt í einu hafði það greinlega vakið athygli að ég var ungur landsliðsþjálfari að 1982 þá fæ ég boðum að taka með þjálfun sem kannski fái vita danska landsliðsins, Kiel og Dankesen. Ég var með 3 tilboð. Og ég var nú svo kokki á þessum árum sko, sem var kannski á þessum árum að ég fætti Danmörkur og hitti formann danska sambandsins og ég svona ætlaði þá að fara í framhaldsnámi í sálfræði, ég er búin að ljúka fornáminu og ætlaði þá að læra í Árósum og það var kent sálfræði, kent við Karl Marx, það var svona einhvern veginn hugmyndafræðin, ég var ekki alveg nóg hrifin af því á þeim tíma, en þegar ég spyr formanninn svona hvernig þetta verði og þá svona já við æfum bara svona oft og þá sagði bara hann veistu ég nenni þess ekki sko, þið danenni þið eru bara að drekka öl og spísi smörbröð, svona kokki var ég nú þessum árum en feti Kílar og tek við því liði og kemst þar í framhaldsnám og það er einn besta ákvörðun sem ég hef tekið á ævinni og Ertu valinn þjálfari ársins þegar þú ert að stjórna Kiel? Nei, það er síðan seinna liðið sem ég tek við, það er Thusem Essen. Það er eftir Kiel. Já, við verðum semst Þýskalandsmeistarar 87 og það árið valinn ég á þjálfari ársins í Þýskalandi. En mörguleiti er ég samt stoltar af vinnunum minn í Kiel vegna þess að þegar ég kem þangað þá var Kiel svona sofandi risi. Þeir höfðu verið góðir gamla daga. Ég tók strax eftir því að þeir töpuðu öllum útileikjum. Þeir æfðu 5 sinnum í viku og ég breytt öllu. Þeir fóru á einkabílum í útileikjuna, þeir gerðu ráð fyrir að tapa þeim. Það þótti mér mjög skrítið hugafar. Sem að þeir fóru ekki allir saman? Nei. Það var bara hvað sem töpust allir leikirn og svo bara sögstu vinna ákveði marga leiki og heimavill og halda sér þannig í deildinni. Þannig var hugsanahátturinn þá, sko. Og þú kemur þarna inn og segir bara stopp nú? Stopp nú. Og breytt öllu, fórum að æfa 9 sinnum í viku og morgunæfingar og farið rút í bíl. Hvað þetta hafa til þess að fólk treysti þér? Þarna eru einhverjir gæjar sem að vita alveg hvað er að gera og þess að kemur einhver Íslendingur þarna sem er líklega 18 ára og hann segir að við erum að fara að æfa allt í einu núna 9 sinnum í viku og gera hitt á þetta. Ég sagði ungan íþróttamann í gær sem er að fara í atvinnumennsku að því ég notaði það er til setning á þýskun sem heitir Die andere kochen auch mit Wasser. Það elda allir með vatni. Og ég get sagt til söguna því ég fer hérna út fyrst og það er verið svona að skoða hvort þeir gera samning við mig, þá fekk ég að horfa á eina æfingu gegnum gler og sá sem var þjálfari, hann vissi ekki ég var að fylgjast með æfingunni. Svo ég spyr framkvæmdastjórann hvernig svona er þessi æfing á þinn mælikvarða? Og þá sagði hann, þetta er besta æfingi sem ég séð með í alla vetur. Og ég var mjög, ef það ég væri nokkuð maður í þetta starfi, ég skal alveg heiðarlega við með það, þá sagði ég, byttu nú við. Þessa æfingu myndi ég ekki eins og nota á 5. flokk kalla, hún er svo léleg. Og skrifaði undir samning. Og þá áttu það með því. Þessi hérna í Þýskalandi, þeir eru með 2 hendur og 2 hættur og þeir eldar líka með vatni. Þannig ég tók áskorunni og þó ég segi nú sjálfu frá og þá var það algjör umbylting bara strax á fyrsta ári. Þá
byrjuðu bara, þá vorum við að keppum Þýskalandsmeistaratitilinn og endum í öðru sæti sem var alveg ótrúlegur árangur. Þetta á þeim tíma sem þú mátti bara vera með 1 eða 2 útlendinga, það var ekki komin þessi Bosman-regla. Eftir Bosman-regluna gat Kiel verið með allt liðið sitt, það voru bara sænskir, franskir, þá fengur alla bestu leikmenn í Evrópu, meðan ég var það búa til bara úr umhverfinu mitt lið, það vildi engi komið til Kiel vegna þess að það var svo langt í norðinu. En allavega að þarna bara fyrsta ári þá verður algjör umbylting. Það hafði verið meðtali, Kiel var mjög þekkt fyrir hvað margir áhorfendur koma að leiki. Þetta bara trúarbrögð, eins og Bayern München, Kiel í handbolta eins og Bayern München. Það var meðtalið 3000 áhorfendur manni þarna þegar ég kom. Bara árið eftir þá seldist upp hver einasti miði og það hefur ekki verið til miði síðan. Það er uppselt á alla leiki í Kiel. Í dag er það 10 til 12.000. Mínum tíma voru þetta svona 7500 og hverjum einasta leik getur rétt ímyndar að spila heimaleiki fyrir svona kulisse, það er bara geggjað. En það unnu vel alla leiki, hinliðin bara komu og svo við getum ekki unni í Kiel. Það var nú stundum líka smá svona heimadómgæsla sem er kannski ekki alveg eins í það. Það var svona þekkt þegar sjónvarpið var ekki alveg komið. Líka þegar við vorum að leika út í velli þá þurfti maður stundum að vera 5 mörkum betri til að geta unni sigur. Þetta er ótrúlegt en satt, en svona var það. Ert þú með svona mikið sjálfstraust og tristið til góðra verka þarna í Kiel út af því að þú varst búin að læra í Júgóslavíu og... Já, klárlega, ég er þarna þessum tíma, þá er ég fyrst í Skandinavin sem er að þjálfa í Bundesligunni, það hefur verið júgóslavískir þjálfarar, rúmenskir þjálfarar og ég bara einhvern veginn trúði því að fyrst að ég var búin að vera að læra þeim bestu að þá hlyti ég hafi búið eitthvað að bjóða og hafði greinilega bara tölvöld mikla trú á sjálfum mér þannig á þessum tíma í þetta verkefni og kannski mitt á þessum aldri þá var maður oft svona, ég veit ekki hvort maður kalla að vera svolítið svona kokki eða kokkrustur og á þess að ég held ég hafa nú eftir hann verið eitthvað sérstaklega montinn að þá er ég fegin ég skildi hafa þessa afstöðu því að ekki hefði mér litist og það ég hefði ekki haft trú á þessu því að í Þýskalandi er þetta náttúrulega þannig að þú þarft ekki að tapa nema 2 leikjum þá að starfið komið í hættu. Þannig þetta er svona... Rosaleg pressa. Það er rosaleg pressa, alveg frá fyrsta degi. Og höndlaði þú hann alltaf vel? Ég held ég var alltaf að höndla hann vel og ég náttúrulega var í þessu sálfræði námi og... Já, til meðan þú ert að þróa Kiel? Já, ég er í fullu námi, og ég náðu nú ekki að segja alla tíma, þetta var nú stundum að rætt. Ég er svo heppinn að eitt prófessor minn, Kiel, sem er ennþá vinur minn, maður á áttræðisaldri, hann var svo heillaður að þessari nálgun, hvernig ég var að gera þetta. Hann ákveður að búa til ráðgjafamóti sem er kennt við Kiel, þar að segja hvernig maður vinnur með þjálfara og ég var á bekknum 2 í viku, sálfræðibekknum og ég lærði meira á sem 4 árum þar held ég lærði öllu námanu mínu, bara hvernig ég hugsaði, hvernig ég tókst á við tapleiki, sigurleiki, hvernig ég tókst á við það því mér fannst ykkur ekki alveg verið að gera sér Það var ótrúlega mögnur reynsla og síðan hef ég verið að miðla henni og ég fekk nú bara síðast í gær boðum það að taka mér núna svissneskt félagslið, þar að segja sem ráðgjafi þjálfarans, vera með fundi fyrir leikmennina og síðan að vera með engaþjálfun við leikmenn sem er byggt á þessu ráðgjafamódeli sem var til í vinnu með hausinn á mér. Það var 6 ára vinna, það sem var 3 sálfræðingar og svo var þetta lokarit, gerði okkur nokkra við háskólan, þar að segja hvernig vinnum maður með svona þessa andluðu styrktaþjálfun og þessum tíma, þetta er árið frá 1982 þegar ég var undirbúið fyrir hvern einasta leik, þá var ég með náttúrulega vídeóskiluru og leikaferður eitthvað svona, en svo var ég alltaf með 15 mínútur sem ég hétt sálfræðilegur undirbúningur, það var glæra sálfræðilegur undirbúning, hvernig metum við leikin, þetta var ekki til í Þýskalandi þessum tíma. Þannig að þetta var mjög samverkandi í rauninni þjálfarastarfi og sálfræðin. Já, þannig ég náði svona að tengja þetta saman og er ódýrasti námsmaður íslensku þjóðurinnar, ég þurfti aldrei að sækja neinn námslán, þannig ég er náttúrulega mjög glaður með það, að hafa ekki þurft að gera það. En auðvitað reyndi þetta á og ég veit ekki hvort ég myndi gera þetta í dag að vera sem sagt, í svona starfi og vera í fullu námi á öðru tungumáli.
en einhvern veginn hafðist þetta. Þú talar einmitt að þú hafi unnið mikið og átt að á því svona fertugsaldurinn að kannski var þetta of mikið og þarna er þetta lýsa að það var mikið að gera hjá þér sko. Þú veist, þegar ég horfa á það, ég meina þú ert sko ekki nóg með að þú sért sálfræðingur, þá er líka hægt að sko greina þig niður í bara hjónabandsáðgjöf og íþróttasálfræði og hjálpa fólki með illvíga sjúkdóma eða hvaða nú er. Þetta flokkur þannig í mjög breytt svið, svo er það heilsalan og svo ertu faðir og svo er það náttúrulega allir handboltinn og svo ertu golfari og... Já. Þetta er náttúrulega bara galið, sko. Og þetta er eftir að þú fækkar járnunum í eldinum. Já. En það var svolítið merkilegt, sko, ég hætti að þjálfa, sko, fertugur. Þú veist að ég byrjaði svo snemma. Ég fann það að það sem var að búa til mest álagi hjá mér eða streituna sem ég hafði ekki eins mikla stjórn á. Það var þjálfunin og það áttaði mig á því. Ég endaði með Hauka og ég hafði lofað Þorgeiri Haraldsinni því að hann réði mig þarna á sín tíma, þeir voru komið á annarri deild og Viggo hafði verið undan og þeir hefði held ég náð best, ég man ekki 8. sætið eitthvað og ég segi Þorgeir, ég var eiginlega hættuð þjálfun sko. Þá segi Þorgeir, skulum semja, hann sagði, viltu hafa skriflegan samning? Nei, ég sagði, ég vil bara enda þennan fyrir mig vel og við endum á því að vinna bikar og því ég er búin að vinna bikarinn, þá er ég hættur. Hann sagði, já, þá vartu hjá okkur næstu 10 ár. Nei, ég sagði, þetta mun taka 3 ár. En leið og titillin kemur í hús, fyrsti titill í hús, þá teki ég hendina á þér og þessu lokið. Og hann sagði bara, já. Svo náðist titillin eftir 2 ár og ég tók bara hendina á hann. Kallar þetta gott? Og sagði þetta gott. Og ég er mjög sáttu við það að ég legg líka til við fólk sem að tekur að sér svona krefjandi störf, stjórnendastarf, við getum kallað það, að reyna að enda vel. Í Þýskalandi segir við líka ende gut, alles gut. Að reyna ef maður getur enda með reisn, enda með virðingu. Alveg eins og þegar ég hjálpa fólki í gegnum skilnaði sem er oft flóknir, skiljiði með reisn og virðingu. Ef þið geti. Tala ekki þegar börn í spilinu. Að það enda vel, hafa góða tilfinningu í staðan fyrir kannski enda feril einhvers staðar sem stjórnandi eða leikmaður eða þjálfari árið sem var strekin eða árið sem að fyrirtæki fór í gjaldþrot eitthvað svoleiðis. Þetta lifir svo lengi með fólki svona neikvæða tilfinninga þannig að alveg bara beint frá hjartanu ef einhver er í einhverjum bransa takið eitt skrefið viðbútt og reyna að enda vel þann feril áður í takist á eitthvað nýtt. Ég mæli með því, klárlega sko. Já, vissulega er þetta alveg ótrúlega margt og það er einhvern veginn á Íslandi, það er einhvern veginn svona að vera í mörgum störfum í Þýskalandi til dæmis, þá mátt ekki vera í 2 störfum, þú mátt ekki vera kennar og þjálfari. Er það góð regla? Já, þeir segja bara þú ert þjálfari, þá tekur þú ekki starf frá einhverjum öðrum. Og þetta er bara góð pæling. Þeir fá kannski að halda starfin í einhver ár sko og ganga svo aftur inn í það, skilurðu, en þeir með ekki vera í 2 störfum á sama tíma. Ertu byrjar að slaka á núna? Já, ég myndi nú segja það að mörguleiti ég svona í staðin fyrir að sko snarhætta að þá hefur svona trappa mig niður við sískinum við hefum svona aðsetur í Bandaríkjunum þannig ég fann að svona vera þar kannski 2 mánuð á ári og svo er ég 1 mánuð í Evrópu, ég þarf svolítið, finnst ég þurfa að vera líka erlendis því ef ég er á Íslandi þá er alltaf eitthvað sem þekki mig ennþá og þá fæ ég svona símtöl, væru til í getur rettað, strákurum minn í smá vesinni, ég veit hann hlustar á þig. Og ert að fjarlæga í rauninni fristingarnar? Já, ég held að ég get sagt eitthvað sjálf ég held ég sé bóngóður, ég held að sé almennt gott að leita til mín. Ég kann alveg orða að segja nei og draga mörk og núna ger ég bara þannig að ég byrja í ári á því að skrifa inn þarfirnar og óskilna mínum að þess að hún tala áðan, markmiðið mín og svo ef ykkur hringir í mig og segir getur þú haldið þarna námskeið eða getur þú komið þannig í vinnustæðagreiningu eða eitthvað þá segir ég, nei því miður, ég er bara fullbókaður. Og hvað stendur? Nafnið mitt. Og þetta er að svínvirka, þannig ég byrja á að setja 3 mánuði, þar sem ég skrifa nafnið mitt, þannig ég orðið mjög sjálfhverfs. Þannig ég hugsa fyrst og fremst mína þar róskir og fjölskyldunar og þetta er að virka mjög vel og þá finnst mér ekkert mál að koma og taka góða skorpur. Ég er svona skorpukalla alveg upp við það, eins og maður lærið það í fiskinum í gamla daga sko, eða í múrverkinu hjá pappa, að það finnst mér ekki vera neitt mál. Ég blæs ekki út nöðs sko, þess að morgun er ég með 10 vitul, minnst það vera ekkert mál. Sumir kollega mér segja, þú ert galinn, það er engin með 10 vitul saman deg.
mér finnst ég verið jafnfeskur í viðtalinu númer 10 og númer 1 að því ég svona tamið með það sem ég nú kennt mörgum og einhver tíma nefnir nú rætta við menn eins og þig og fleiri, það svona að mæta alltaf með kveikt og ljós svona. Einmitt. Getur útskýrt það? Já, að mæta með kveikt og ljós svona. Það að ég ber ábyrgð á mínu hugafari, ég ber ábyrgð á því að mæta hinga til leiks til þín og setja mér svolítið inn í þetta og gera það heilsögur. Og það var kannski vandinn, það tók það 1 árið þegar ég fá mig og það hingað, þannig ég var greinlega ekki alveg tilbúin. Tók tíma að kveikja ljósunum? Já, þannig að það tók tíma fyrir mig að kveikja ljósunum, en þegar ég er búin að taka ákvörðun þá leyfi ég mér ekki að mæta ekki með kveiktu ljósunum og mér stað vera partur af fagmennsku, að hvort að allir séu alltaf sáttu við mann, eitthvað svolítið, það alltaf önnur saga, en ég þarf að vera sáttu við mig. Og ég hef nú unnið með mörgum, við gerðum með þannig fyrstu Ólympíuleikana 2008 að nota þessa myndlíkingu að mæta með kveiktu ljósunum með góðum árangri. Því ég var að vera með Rúnari Kristins í KR í 4 ár og 4 tímabilinu, það stendur ennþá utan á KR heimilinu, ertu með kveiktu ljósunum. Og menn halda sko að þeir hafi gleymt bílljósunum sko. Og fara út og tjekka, en það hugmyndin er svo að þegar þú mætir á æfingu að spurja þig, ertu mættu með rétt hugafar? Það getur verið að mæta jákvæður, það getur verið að vera hvetjandi, það getur verið að mæta sjálfsörugur eða vera áræðnari eða eitthvað svolítið. Veltaði fyrir sig hvað felst í því fyrir mig að mæta með kveiktu ljósunum. Það einhvers staðar ákveðið viðhorf, það mikill munur að mæta á æfingu eða mæta til að æfa. Það mikill munur að því að mæta í vinnuna eða mæta þess að vinna. Og svo þekki ótrúlega marga sem mæta bara í skólan. Já, er ekki að læra, er ekki að mæta í skóla. Já, maður var örugglega þar á sínum tíma. Þannig að þetta snýst eitthvað svona viðhorf og það var svo merkilegt fyrir þetta ár, þá var ég staddur einu sem oftar, ég var staddur í Palm Beach og eina fyrirmyndunum mínum er Pat Riley, körfuboltaþjálfarinn. Já. Og viti menn á þessu hóteli sem var á, ég er að labba í morgunmat, situr Pat Riley. Ég segi, þetta grínast. Þannig ég sagði mér, ég ætla að tala við hann. Kona minn sagði, þú ferði ekkert að tala við mannin. Og svo ég segi kynni og spyr, má ég fá myndaðir með mér, svona bara eins og svona skólastrákur. Og hann held hann á. Svo spurði hann mig, hvað þú að gera? Og ég sagði hann það. Já, hérna ég er. Herðu, við tökum morgumat saman, sagði. Nú, ég er hérna með Miami Heat. Já. Og við vorum ákvörð í morgun að tala andlega styrktaþjálfun. Ef ekki aðeins að tala saman. Þarna áttu við alveg dásamlegan morgumat og skiptust á hugmyndum. Og svo sagði Pat við mig í lokin þú ert greinilega alveg með þetta rétt og ég sagði, veistu það, ég las bókina þína á sínum tíma því ég var þjálfari, The Winner Within, hún er alveg mögnuð sko og hvort að það nú tilvílun og ég hef auðvitað ekkert með það að gera en Miami Heat, þeir leiku til úrslita á þessu ári sem kom á óvart sem segir mig það, þeir hafa greinilega átt að sjá því að andlega styrktaþjálfun, þar voru mestu möguleikarnir að koma Miami Heat upp á næsta level. Þeir voru góðir í körfubolta, það vissu það allir, en greinlega þessi vinna sem Pat hefur, hann er semst forseti Miami Heat í dag, hann er komin áttræðisaldur, ennþá í fullu fjöri, ennþá jafn flottur hann var, svona vaskreittur og alveg svona svakalega alúðlegur maður. Og það sem fólk heldur oft með svona fólk sem að skara fram úr að á ég að þóra að tala ef hann eða hana mín reynsli svo lang flestir bara eru glaðir og ég segi stundum fólk það kostar ekkert að spyrja. Nei og sérstaklega þetta gert bara virðingu og alúð. Já það er bara þannig svona einhvern veginn svona hefur maður hitt marga á lífsleiðinni á ólíklegustu stöðum og Þú hefur talað fyrir framann og varst að taka það saman, hvað sagður, 50-70.000 Já, manns? ég held það, ég var eftir að tellja þetta saman sko, þetta er ótrúlegu fjöldi, ég er náttúrulega búin að vera að því 30 ár, maður fattar þetta stundum ekki, bara hérna á Íslandi, bara í endurmenntun, það er alveg 1000 sem hafa farið þar í gegnum námskeiðið þar, ég held ég að unni fyrir langflest fyrirtæki og stofnanir með einum öðrum hætti á þessu tíma. Ekki bara á Íslandi? Nei, ekki bara á Íslandi. Ég held að sé 35 lönd, ég var að taka þetta saman. Þess að ég haldi fyrirlestur á námskeið annarkvort tengt íþróttum. Ég er náttúrulega lektor hjá Evrópu handboltasambandinu. Þannig ég sé kennslu á sálfræði þáttinum. Það eru allir þjálfarar sem fari í gegnum svo kallar masterclass. Þeir enda í loka hrinunni á einhverjum kúrs hjá mér skiluru. Og síðan er ég vinna með dómarana, bestu dómar í Evrópu, ég er búin að gera það í 10 ár, þannig að maður heldur svona tengslin og mér finnst það rosalega gaman svona að maður,
þannig að ég hætti kannski einhvern veginn í þessum handbolta eða afreikshandbolta en einhvern veginn er ég búin að koma aftur inn með óbeinum hætti og svo ég auðvitað að vinna með alveg ennþá alveg fullt af fólki hér og erlendis, ég er að vinna með erlendi íþróttamenn líka gegnum Skype, gegnum bara þessa tækni og og svo náttúrulega Patti, hann er alltaf bara eins og strákurinn minn, þannig að hann segir það allstar að ég sé mentorinn hans og það er gaman að geta skila því eitthvað leið tilbaka því að pabbi hans og pabbi þeirra bara hann var líka eitthvað starf mentor fyrir mig. En nú, það tölum við umhverfi og erðir fyrir sjálfa þig, þú lítur nú að hafa spáðans í hvernig umhverfi þitt hefur mótað þig. Er eitthvað svona sem þú hefur tekið eftir í þínu lífi sem að hafði áhrif á þig og þú vannst úr því eða bara það gaf þér strax einhvern lærdóm? Já, alveg klárlega sko. Ég held sko að maður hugsa bara foreldra sína, ég meina þau voru 17 ára gömul þegar ég kem í heiminn og þar sem við sískinni, Steind og bróðir var náttúrulega landsliðsmaður í handbolta líka, lék 120 landsleiki og Heiða systir var í handbolta. Við lærðum klárlega foreldrum okkar vinnusemi, alveg óbúslega vinnusemi. Þau unnu myrkrana milli til að eigna sína fyrstu íbúð í Breiðholtinu. Múrarinn og verkstjórinn í frystihúsinu að eigna sér einbýlishús, það myndi hvergi annars það gerist í heiminum og það gerðist bara á einn hátt með vinnusemi, alveg ótrúlega vinnusemi og við lögðum eitthvað á mörgum líka börnin sko, þannig að maður lærði þetta. Nú svo ég verði persónlegur að þá mátti ég nú segja að svo lífsreynsla sem hefur haft svona mest áhrif mig var eignast fatlaðan dreng fyrir rúmlega 30 árum, einhverfan strák sem þarf á aðstoð allan sólarhringinn, þá svona áttum að svo því að það nú kom upp staða sem var náttúrulega gerði ekki ráð fyrir, svona eins og við tala fyrr og ég skal alveg viðurkenna það að ég spurði mig fyrst á hverju við, en sem betur fer spurði mig fljótlega á hverju ekki ég og fyrst það ég eða við, hvernig ætlum að takast á það, við höfum val og það hefur bara gengið ótrúlega vel. Við erum mjög krefjandi, svo ábyrgð og svo vinna hefur legið langt mest á konu minni. Hún óskaði eftir því, hún valdi það að það væri svona hennar verkefni númer 1, 2 og 3. Við hinu auðvitað höfum komið að því og hún hefur gert það náttúrulega ótrúlega vel. Þannig að bara einhvern veginn að það er ekkert sjálfgefið, það er ekkert sjálfsagt og þess vegna segir það að þegar barn fæðist í heiminn, maður segir ofta aðalatrið að sé heilbrigt. Og ég held að þessi orðasönnu og flesti gera nú ráð fyrir því en margir þurfa auðvitað að takast á við það þegar börn fæðast með eitthvað frávik. Og þá hefur maður þetta val. Ætli ég að láta það beygja mig eða það er sorg sem fylgir því að eignast slíkan einstakling. Maður byrjar að syrgja mjög fljótt sko, syrgja lífi sem viðkomandi geta hefði átt að eiga eitthvað svoleiði sko. En líka kannski að velja það, að láta það þroska sig og láta gott það sig leiða. Ég er nokkuð viss það að það hefur gert mig að betri manneskju, betri sálfræðingi. Ég held það. Hjálpaði þér í starfi líka? Já, ég held það. Að skilja fólk sem að takast á erfiðleika og mótlæti í lífinu. Ég er bara samfærður það. Og ég sé það líka á bönnunum mínu, að það hefur algjörlega mótað þau. Systkinum hans? Já. Algjörlega í þessa vera að þau svona ég sé það bara á yngstu dóttur minni í Indíönu að alveg frá því hún var lítil ef einhver 800 högg að sækja þá hún mætti leiks ef einhver kom illa fram við einhver þá bara sjóa hann á það ef einhver vinkon hennar með einhver drama þá bara var það búið sko hún var alveg krótað sko það var bara ekki búið sko og þannig sé ég reyflega með þau öll og ég er mjög stoltur af því þannig að þú veist, einhvern veginn held ég alltaf eins og segi sko umhverfið sem að annars var fæðumst í eða verður á leiðinni, það hefur áhrif á því, þú veist, hver við erum og hvernig við verðum og hvernig við tökumst á hlutina. Hjá því verður ekki komist. Ef við höfum val, á hverju minnst þetta er. Einmitt. Og þar reyndi bara á þig sjálfan að fá að bræða það meðal, bara hvernig ætla ég að bræðast við? Já, og maður setur sig auðvitað ákveður hlutverk og við hjónin ákveðum bara með hvað hætti við vildum gera það, aðri myndi gera það einhvern öðruvísi, örglega það sem ég kalla nútíma foreldrar, þeir hefði gert þetta allt öðruvísi sko.
ég náttúrulega þeim tíma þar sem kallinn út að vinna, hann skaffarinn að nú sjá til þess að komi Björg í bú sko, en í dag sjáum við náttúrulega alltaf sviðsmynd sem betur fer sko, þannig að við myndum örgulega takast á þetta með allt öðrum hætti í dag, það gefur alveg ljós. Hún Indiana dóttiðin benti mér einmitt á sögu af þér í einhverju viðvangslaupi þegar þú varst. Nú varst að tala við hann. Ungur drengur. Já, herðu, þú segir nokkuð, já, ég skal alveg gjarnan deila því, ég hef nú gert það nokkru sinnum, ekki oft en nokkru sinnum. Sko því ég hérna eitthvað 8-9 ára, og maður alast upp í þessu umhverfi sem var búin að tala að þá voru svona æfingabúðir, strákar sér og stelpur, það var til hérna hjá KFM og K, en það var ákveðið að ég færi þarna það sem KR-skálinni, skíðaskóli KR. Þar voru svona einhverja búðir fyrir stráka svona viku, þar sem að voru bara svona íþróttir frá mótni til kvöld sko, og á þessum tíma þá ég var svolítið mikið hjá ömmu, var svolítið ódegrað sko, þannig að aðeins komið svona pizzubumba á mig, það er ekki pizzubumba, það var örugglega eitthvað bara kökur og ég var eitthvað svona latur greinlega, þannig var ákveðið að senda mig í svona meiri hreyfingu og þarna fyrir ég og og svo var það þannig að síðasta daginn þá var það svona víðáhanslaup og til að halda þið til haga þá voru svo skipt í 2 hóp og ég var í B-hópnum og og þetta er mjög minnistætt að síðasta kvöldið þá voru við strákarnir allir kallar á sal og þar voru allir leiðbeinendurnir og þeir áttu allir að segja eitthvað jákvætt hvern þáttakata og einhverjum þetta vegna, sennilega hefur þetta alltaf feimin og hlutir á þessum árum að þá svona sat ég aftast eitthvað staðar og nafni mitt kom síðast svona upp úr körfunni og ég manna var sagt, jæja, hvað segir Jóhann Inga? Og ég beði náttúrulega og það kom enginn. Svo allt í einu þá sprettur sá sem var yfir þessum búðum og ég man hvað ég hét. Hann hét Kjartan, hann var rauðherður og hann lést því miður aldur fram. Ég veit í hvaða húsi hann bjó vestur í bæ. Hann var örugglega verið káringur. Ok, hann átti að sjá hvað er í gangi. Hann hleypur að mér, horfir í augun á mér og segir, Jón Ingi, þú finnur þetta. Og ég man bara, þú finnur þetta. Jæja, daginn eftir þá var þetta hlaup, og þetta víðavanslaup sem satt út allar akra og trissur og ég var í gúmmískóm og nú flytjum við inn gúmmískóm held ég þessu, og ég segi stundu við fólk hafið þessi bíómyndina Forrest Gump og ég man bara, ég hljóp á stað og ég hljóp og ég hljóp og ég hljóp ég veit ekki hvort ég hljóp rétta leið en ég veit ég kom fyrstur í mark búin að tína gúmmískónum mínum og blóður upp á njám og það sem ég áttaði mig á því ég fór að læra sálfræði og þetta hefur ákvarðat með væntingar að gera kallast stundum Pygmalion áhrifin að það kom maður sem gaf mér dýrmætustu gjöfuna og ég hef unnið eftir þessu alla til síðan hann sagði við mig, Jón Ingi, þú vinnur þetta hann gaf mér dýrmætustu gjöfuna ég prófaði þetta sem þjálfari margoft og það er þekkt sagan í Þýskalandi því ég tek við Kíl þar var leikmaður og ég man eftir fyrstu æfingunni og ég spyr framkvæmdastjórunum ákveðin tiltekin unga mann sem var hérna í miðjum hópnum, hvað með þennan og hann sagði við mig, hann getur ekkert þú mátt selja hann var með öðrum orðum tossinn í bekknum og þannig voru þessar tilraunir gerðar að ég Drósindal 1962 sem gerði svona tilraunir með nemendur það var sagt við kennara, hérna tossabekkurinn svo var einhver einn bekkur og sagt það býr svaka mikið í þessum krökkum þú rétti með hana til að laða fram það besta semst væntingastjórnun áhrifamáttu væntingar mér fannst það svo kekkja en ég ákvað 82 kalla hann að stráka á fundi mín stór og sterkur þýskur sko alveg sá þetta eitthvað gaurinn sem gæti alveg bara síðan vörnina fyrir mig sko og ég man hvað ég sagði hann Dirk, ég er búin að taka ákvörðun ég ætla að trúa þér svo fór ég gegnum sögunas hann hafði verið utan hóps stundum inn í hópnum og ég sagði við sittum 3 ára plan fyrst árið þá fastum maður í leikmannahópnum ár númer 2 þá var þetta í byrjunarliðinu og 3. árið þá ætlum við að fara á Mount Everest þá spilar við fyrsta leikinn fyrir Þýskaland ef einhver hefði hlustað á mig 1982 þá ég örugglega rekinn strax og ekki tali vera með öllum mjalla að segja þetta einhvern gæja sem ég mátti selja fyrir kling. Sagan er til í bókum í Þýskalandi og hún er þessi. Fyrsta árið,
fastum maður í leikmannahópnum, það var ekki skrítið, ég valdi liðið. Númer 2, ár 2, þá var hann fastum maður í byrjunarliðinu. Og viti menn, árið 3 spilaði hann fyrsta landsleikin fyrir Þýskaland og ég hef aldrei, Snorri, ég hef aldrei fyrir niður síðan, sé jafn stoltan einstakling hlust á þjóðsöng landsins. Þannig áttaði ég með því að dýrmætasta gjöf sem ég geti gefið nokkru manneskju lífsliðinni að segja við hana, ég trúi þér, ég veit þú getur þetta. Og það dásamlega þessa gjöf, kostar ekki krónu. Þess að segja ekki hérna við fólk, ef þeir eru sammála með þér, byrjaðu þá því að gefa þér sjálfum þessa gjöf. Og þegar þú ert búin að gefa þér þessa gjöf, þá áttu aflögufær, þá getur þú gefið ykkur öðrum þessa gjöf líka. Þetta myndi ég segja að vera svona rauði þráðurinn í minni afstöðu þegar ég vinn með fólki, þegar fólk leita til mín, en nota bene, ég get ekkert hjálpa öllum, ég ekkert rétti maðurinn fyrir alla. Og þá beini ég fólki til eitthvað sem flinkar en ég á þessu sviði, og það ekkert mál fyrir mig. Það til fólk sem ég að vinna með sem miklu flinkar og klárar en ég. Og mér finnst ótrúlega gaman að vinna með fólki sem ég finnst ótrúlega öflugt. Satt best að segja. Því að þannig verð ég betri. Lærða þeim best. Þetta ótrúlega gott, Jóhann, og einmitt þessi tenging á milli viðvangslaupsins og hvað heit hann, Dirk? Já, ég heit Dirk Sommerfeld, þessi strákur, stór og sterkur og var ekki endilega flinkast í leikmaður, en sko, auðvitað náðan þessum árangri að því hann átti það skil, eins og ég segi alltaf alla. Hann fór úr því að æfa 5 sinnum á viku og æfa 12 sinnum á viku. Þú veist, þú færð ekki ókipis. Nei. Þú veist, ég engin töframaður, en það skiptir svo miklu máli, þess að segja alltaf þegar að ráðleggja ungu íþróttafólki þegar að ákveða að fara í þetta félag eða skipta við til útlanda, þá segja alltaf hefur þjálfarinn trú á þér? Og ef að þjálfarinn hefur trú á leikmannum, þá er það strax orðið góð forsenda til þess að það væri besta ákvörðun þín. Þetta einmitt ótrúlegt líka með hvernig maður setur kannski hömlur á sjálfan sig að nú get ég ekki talað mörg íþróttatvik önnur en bara hlaup sem ég farið í, að það einhverjir fyrirfram ákveðni tímar sem þú setur og hvað maður oft hlægilega nálægt tímanum. Já. Sko, og ég efast frekar að þetta sé geta þinn til þess að hvað er góður að reikna fram í tíman, heldur frekar að þú setur eitthvað markmið og þú ferðins nálægt í og þú mögulega getur, og ég hef lent í því að fá inn þjálfara, Arnar Pétursson. Já. Og ég var að fara í hlaup sem ég sé ekkert tímana, hvað var í góðu tími, hvað var í slæmur, og hann segir, ég ætla að gera þetta þessum tíma, og ég var bara 99%, það var bara 1% staðalfrávik frá tímanum, og ég hugsaði, ef ég sjálfur fengi að láta mér tíma áður en að Arnar hefði bent mér á einhvern tíma sem var æskilegur að ná, ég held ég hefði aldrei skotið á svona góðan tíma. Sem sagt, ég held ég hefði farið hægar ef að hann hefði ekki haft þessa trú á mér. Já, þannig að sko, þetta svo ótrúlegt að við bara veltum fyrir okkur þið sem kannski hlustið á þetta að sko, hvaða fólk hefur haft mest áhrif á okkur í lífinu, hvað hefur þetta fólk gert fyrir okkur? Það tvennt sem kemur strax í bjóðum mér, þetta fólki sem hefur gefið okkur tíma, ofta afar ömmur eða ekki, eða fólk sem gefur sér tíma eða ekki, og fólki sem sagt, þú getur þetta, þú getur allt sem þú vilt, pældi í þessu. Þetta fólki sem í dýrlingatölu í okkur, í dýrlingatölu hjá mér, sem hefur mótað mig, og nú reyni ég að það ekki að koma þessu frá mér til ykkur annara, þetta hefur reynst mér vel, og satt best að segja veit ég það að þessi afstæða hefur hjálpað mjög mörgum, og það rosalega gott þegar maður finnur eitthvað sem á að geta þannig að sé virka fyrir lang flesta. Og að því varst að tala þetta hlaup, þá segi ég oft söguna á Roger Bannister, sem var fyrsti gæinn til að hlaupa míluna undir 4 mínútum, sem menn sögðu, það ekki hægt. Við erum að tala hvað takmarkar okkur. Hvað gerir Roger Bannister? Þetta var læknir, eldklár náungi. Hann braut míluna niður og sagði, ég ætla að byrja á því að hlaupa fyrsta fjórðingin undir 1 mínútu, ég ætla að gera 4 sinnum. Og viti menn, hann var fyrsti maðurinn í heiminum, ég held að þetta hefur 1998 til að hlaupa mílun undir 4 mínútum. Og hvað gerðist allan heim hjá bestu míluhlaupurum vikurum á eftir? Já, þú veist svarið, það byrjaði allar að hlaupa mílun undir 4 mínútum okkur, af því að það var hægt.
brjóta í sig. Það var fyrir þetta, það var sagt bara jú, kannski þetta hægt, en þá deyr hann þegar hann kemur yfir línu. Það var bara sagt að líkamlega væri þetta ekki æskilegt sko. Þannig að sko kjarnin í þessi hvað það sem takmarka fólk? Það eru góðu fréttirnar, það við sjálf. Ég segi stundu vera svo vondur sjálfræðing og lélugur sálfræðing, ég segi fólk þegar situr hérna hjá mér, líður illa, kannski eitthvað sem búin við fíknefnum, eitthvað svoleiðis alveg í bömmar sko, þá segi ég við komandi svakalertu heppin og þá segi kannski strákan, hvað meinar þau? Þetta er allt saman þér ekki þú veist það er komið til svona sálfræðings og þá segi við komandi, já þetta er alveg rétt hjá þér en sko skilabóðin er auðvitað þessi að hugsaðu að geta gert eitthvað í þessu ef ég með krabba minn og fjórðastíð, hvað get ég gert? Já. Það er punkturinn, skilur. Þannig að ég mæli ekki með því að koma til mín í tíma, sko. Ég er alveg svakalega stund. Þetta er samt, þetta kemur allt frá góðum stað. Já, segjum það bara. Segjum það. Jóhann Ingi, þetta er virkilega fallegur boðskapur í þessu og ég segi að við endum þetta á þessum nótum að maður á að hafa trú á sér og síðan er það líka ég svona hjó eftir því að þú talar fólki sem gefur tíma, fólki sem veit stunninga, segist það á trúar og síðan er það eins og komst inn á með Roger Bannister, fólki sem að sýnir líka hvað er hægt. Okay. Þá maður komið hansi heila þrenningu þarna. Sky's the limit. Sky is the limit. Sky is the limit. Er það þakkaði fyrir að bjóða mér og ég er bara fegin að hafa tekið áskorunni. Er það ekki? Að mæta hérna, bara, ég segi miklu frekar, takk hérlega fyrir að mæta, takk fyrir að gefa þér svona vandaðan umhugsunarfrest. Og síðast en ekki síst fyrir að mæta með ljósum kveikt. Takk fyrir.